Jóhannesar Guðspjall, 1. kafli. Í upphafi var orðið, og orðið var hjá Guði, og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði, allir hlutir urðu fyrir hann. Án hans var ekki neitt sem til er. Í honum var líf, og lífið var ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu, og myrkrið tók ekki á móti því. Maður kom fram, sendur af Guði, hann hét Jóhannes. Hann kom til vitnisburðar, til að vitna ljósið, svo allir skyldu trúa fyrir hann. Ekki var hann ljósið, hann kom til að vitna ljósið. Hið sanna ljós, sem upplýsi hvern mann, kom nú í heiminn. Hann var í heiminum, og heimurinn var orðinn til fyrir hann, en heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigin menn tóku ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim trú á nafn hans. Þeir eru ekki af blóði bornir, ekki að holdsvild né manns vilja, heldur að Guði fæddir. Og orðið varð hold, hann bjó með oss fullur náðar og sannleika, og við sáum dýrð hans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Jóhannes vitnar hann og hrópar: Þetta sá sem ég átti við þegar ég sagði: Sá sem kemur eftir mig var á undan mér, enda fyrr en ég. Af gnægð hans hefur allir þegið náð á náð ofan. Lögmálið var gefið fyrir Móse, en náðin og sannleikurinn kom fyrir Jesú Krist. Enginn hefur nokkurn tíma séð Guð, sonurinn eini, Guð, sem í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Þessi vitnisburð Jóhannesar, þegar gyðingar sendu til hans presta og levíta frá Jerúsalem að spyrja hann: Hver þú? Hann svaraði ótvírætt og játaði: Ekki ég Kristur. Þeir spurðu hann: Hvað þá? Ertu Elía? Hann svarar: Ekki ég hann. Ertu spámaðurinn? Hann kvað nei við. Þá sögðu þeir við hann: Hver ertu? Við verðum að svara þeim sendi oss. Hvað segir þú sjálfan þig? Hann sagði: Ég rödd hrópandi í eyðimörk. Gjörið beinan vega drottins, eins og Jesaja spámaður segir. Sendi voru menn af flokki farisea. Þeir spurðu hann: Hvers vegna skýrir þú, fyrst þú hvorki Kristur, Elía né spámaðurinn? Jóhannes svaraði: Ég skýri með vatni. Mitt á meðaliðar stendur sá sem þið þekkið ekki. Hann sem kemur eftir mig, og skóðþeng hans ég ekki verður að leysa. Þetta bar við í Betaníu, handan Jórdanar, þar sem Jóhannes var að skýra. Daginn eftir sér hann Jesús koma til sín og segir: Sjá, Guðs lamb, sem ber synd heimsins. Þar sá ég sagði eftir mig kemur maður sem var á undan mér, því hann fyrr en ég. Sjálfur þekkti ég hann ekki, en til þess kom ég og skýri með vatni að hann opinberist Ísrael. Og Jóhannes vitnaði: Ég sá andan koma af himni ofan eins og dúfu, og hann nam staðar yfir honum. Sjálfur þekkti ég hann ekki, en sá sendi mig að skýra með vatni, sagði mér: Sá sem þú sérð andan koma yfir og nema staðar á, hann sá sem skýri með heilugum anda. Þetta sá ég, og ég vitna að hann sonur Guðs. Daginn eftir var Jóhannes þar aftur staddur og tveir lærisveinar hans. Hann sér Jesú á gangi og segir: Sjá, Guðs lamb. Lærisveinar hans heyrðu orð hans og fóru á eftir Jesú. Jesú sneri sig við, sá þá koma á eftir sér og sagði við þá: Hvers leitið þið? Þeir svara: Rabbi, það þýðir meistari. Hvar dvelst þú? Hann segir: Komið og sjáið. Þeir komu og sáu hvar hann dvaldist, og voru hjá honum þann dag. Þetta var síðdegis. Annað þessara tveggja sem heyrðu orð Jóhannesar og fóru eftir Jesú var Andrés, bróðir Símonar Péturs. Hann finnur fyrst bróður sinn Símon og segir við hann: Við höfum fundið Messías. Messías þýðir Kristur, hinn smurði. Hann fór með hann til Jesú. Jesús horfði á hann og sagði: Þú ert Símon Jóhannesson, þú skalt heita Kefas. Pétur þýðir klettur.
Næsta dag hugðist Jesú fara til Galileu. Hann hitti þá Filippus og sagði við hann: Fylg þú mér. Filippus var frá Betsaidu, sömu borg og Andrés og Pétur. Filippus fann Natanael og sagði við hann: Við höfum fundið þann sem Móses skrifar í lögmálinu og spámennirnir, Jesús frá Nasaret, son Jósef. Natanael sagði: Getur nokkuð gott komið frá Nasaret? Filippus svaraði: Kom og sjá. Jesús sá Natanael koma til sín og sagði við hann: Hér sannur Ísraelíti sem enginn svikur í. Natanael spyr: Hvaðan þekkir þú mig? Jesús svarar: Ég sá þig undir fíkjutrénu áður en Filippus kallaði á þig. Þá segir Natanael: Rabbi, þú ert sonur Guðs, þú ert konungur Ísraels. Jesús spyr hann: Trúir þú að því að ég sagði við þig, ég sá þig undir fíkjutrénu? Þú munt sjá það sem þessu meira. Og hann segir við hann: Sannlega, sannlega segi yður, þér munu sjá himinin opin og engla Guðs stíga upp og stíga niður yfir mannssonin. Annar kafli. Á þriðja degi var brúðkaup í Kana í Galileu. Móðir Jesú var þar. Jesú var á boði til brúðkaupsins og lærisveinum hans. En vín þraut, segir móðir Jesú við hann: Þeir hafa ekki vín. Jesú svarar: Hvað varðar það mig og þig, kona? Minn tími ekki enn kominn. Móðir hans sagði þá við þjónana: Gjörið það sem hann kann að segja yður. Nú voru þar 6 vaskir úr steini samkvæmt reglum gyðinga hreinsun og tók hvert þeirra 2 mæla eða 3. Jesús segir við þá: Fyllið kerin vatni. Þeir fylltu þau á barma. Síðan segir hann: Ausu nú af og færi veislustjóra. Þau gerðu svo. Veislustjóri bragðaði vatni sem var orðið vín og vissu ekki hvað það var, en þjónarnir sem vatni höfðu ausið vissu það. Þá kallaði veislustjóri á brúðgumana og sagði: Allir menn bera fyrst fram góðavínu og síðan hið lakara. Menn gjörast ölvaðir. Þú hefur geymt góðavínið þar til nú. Þetta fyrsta tákn sitt gjörði Jesús í Kana í Galilíu og opinberaði dýr sína og lærisveinar hans trúðu á hann. Eftir þetta fór hann ofan til Kapernaum ásamt móður sinni, bræðurum og lærisveinum. Þar voru þau nokkra daga. Nú fóru páskargyðinga í hönd og Jesús hélt upp til Jerúsalem. Þar sá hann í helgidóminu þá seldu naut, sauði og dúfur og víxlarana sem sátu þar. Þá gjörði hann sér svip úr köðlum og rak alla út úr helgidóminu, líka sauðina og nautin. Hann steypti niður peningu víxlarana og hratt borðum þeirra og við dúfnasalna sagði hann: Burt með þetta héðan. Gjörið ekki hús föður míns að sölubúð. Lærisveinum hans kom í hug að rita þér: Vandlæting vegna hús þíns mun tæra mig upp. Gyðingar sögðu þá við hann: Hvaða tákn getur þú sýnt oss það að þú megi gera þetta? Jesús svaraði þeim: Brjótið þetta musteri og ég skal reisa það á 3 dögum. Þá sögðu gyðingar: Þetta musteri hefur verið í 40 ári smíðum og þú ætlar að reisa það á 3 dögum. En hann var að tala musteri líkamans. Þegar hann var risinn upp frá dauðum, minntust lærisveinar hans að hann hafði sagt þetta og trúðu ritningunni og orðinu sem Jesús hafði talað. Meðan hann var í Jerúsalem á páskahótíðinni, fóru margir að trúa á nafn hans, því þeir sáu þau tákn sem hann gjörði. En Jesús gaf þeim ekki trúna sinn, því hann þekkti alla. Hann þurfti þess ekki að neitt bæri öðrum manni vitni, hann vissi sjálfur hvað í manni býr. 3. kafli. Maður hét Nikodémus á flokki Farisea, ráðherra meðal gyðinga. Hann kom til Jesú nótt og sagði við hann: Rabbi, við vitum að þú ert lærifaðing komið frá Guði. Enginn getur gjört þessi tákn sem þú gjörir nema Guð sé með honum. Jesús svaraði honum: Sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur séð Guðs ríki nema fæðist að nýju. Nikodémus segi við hann: Hvernig getur maður fæðst þegar hann orðinn gamall?
skyldi hann geta komist aftur í líf móður sinnar og fæðst? Jesús svaraði, sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur komist inn í Guðsríki nema hann fæðist af vatni og anda. Það sem af holdinu fæðist er hold, en það sem af andanum fæðist er andi. Undrastu eigi að ég sagði við þig, yður ber að fæðast að nýju. Vindurinn blæs það sem að vill, og þú heyrir þitt hans. Samt veistu ekki hvaðan hann kemur né hvert hann fer. Svo þann sem af andanum er fæddur. Þá spurði Nikodémus, hvernig má þetta verða? Jesús svaraði honum, þú ert lærifæðir í Ísrael og veist ekki þetta. Sannlega, sannlega segi ég þér, við tölum það sem við þekkjum og vitnum það sem við höfum séð, en þér takið ekki á móti vitnisburði vorum. Ef þér trúið eigi, þegar ég ræði við yður jarðneska efni, hvernig skyldu þér þó trúa ég ræði við yður hinn himnesku? Enginn hefur stigið upp til himins nema sá steig niður frá himni, mannsonurinn. Og eins og Móse hófu pöggorminn í eyðimörkinni, þannig á mannsonurinn að verða upp hafinn, svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Því svo elskaði Guð heiminn, hann gaf son sinn eingetinn, til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skyldi frelsast fyrir hann. Sá sem trúir á hann dæmist ekki, sá sem trúir ekki er þegar dæmdur, því að hann hefur ekki trúað á nafn Guðs sonarins eina. En þessi er dómurinn, ljósið er komið í heiminn, en menn elskuðu myrkrið fremur en ljósið, því að verk þeirra voru vond. Hver sem illt gjörir, hatar ljósið og kemur ekki til ljósið, svo að verk hans verði ekki uppvís. En sá sem iðkar sannleikan kemur til ljósins, svo augljóst verði að verk hans í Guði gjörð. Eftir þetta fór Jesús og lærisveinar hans út í Júdeu hérað. Þar dvaldist hann með þeim og skýrði. Jóhannes var líka að skýra, í Ænon nálægt Salim, en þar var mikið vatn, menn komu þangað og létu skýrast. Þá var ekki enn búið að varpa Jóhannes í fangelsi. Nú var deila hreinsun milli lærisveina Jóhannesar og gyðings eins. Þeir komu til Jóhannesar og sögðu við hann, Rabbi, sá sem var hjá þér handa við Jórdan og þú barst vitni hann er að skýra og allir koma til hans. Jóhannes svaraði þeim, engi getur tekið neitt nema honum sé gefið það af himni. Þeir geti sjálfur vitna að ég sagði, ég er ekki Kristur, heldur ég sendur á undan honum. Sá brúðguminn sem á brúðina, en vinur brúðgumans sem stendur hjá og hlýðir á hann, gleðst mjög við rödd hans. Þessi gleði er nú mín að fullu. Hann á að vaksa en ég að minnka. Sá sem kemur að ofan er yfir öllum. Sá sem er á jörðu, hann er af jörðu og talar af jörðu. Sá sem kemur á himni er yfir öllum og vitnar það sem hann hefur séð og heyrt, og engi tekur á móti vitnisburði hans. En sá sem hefur tekið á móti vitnisburði hans hefur staðfest að Guð sé sannorður. Sá sem Guð sendi talar Guðs orð, því ómælt gefur Guð andan. Faðirinn elskar soninn og hefur lagt allt í hönd honum. Sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf, en sá sem ólínar syninum mun ekki sjá líf, heldur vari reiði Guðs yfir honum. 4. kafli. Jesús var þess vís að farisear hefðu heyrt að hann fengi fleiri lærisveina og skýrði fleiri en Jóhannes, reynda skýrði Jesú ekki sjálfur heldur lærisveinar hann, þá hvarf hann brott úr Júdeu og hélt aftur til Galílu. Hann varð að fara Samaríu. Nú kemur hann til borgar í Samaríu Síkar heitir, láglagt þeirri landsbyldu sem Jakob gaf Jósef syni sínum. Þar var Jakobs brunnur. Jesús var vegmóður og settist hann þarna við brunnin. Þetta var hádegisbil. Samverskona kemur að sækja vatn. Jesús segir við hana, gef mér að drekka. Lærisveinar hans höfðu farið inn í borgina að kaupa vistir. Þá segir samverska konan við hann, hverju sætir að þú, sem ert gyðingur, biður mig að drekka samverska konu? En gyðingar hafa ekki samneyti við samverja.
Jesús svaraði henni: Ef þú þekktir gjöf Guðs og vissir hver sá sem segir við þig, gef mér að drekka, þá myndir þú biðja hann og hann gæfi þér lifandi vatn. Hún segir við hann: Herra, þú hefur enga skjólu að ausa með og brunnurinn djúpur. Hvaðan hefur þú þetta lifandi vatn? Ertu meiri en Jakob forfaðir vor, sem gaf oss brunnin og drakk sjálfur úr honum og synir hans og fénaður? Jesús svaraði: Hvern sem drekkur á þessu vatni mun aftur þyrsta, en hvern sem drekkur á vatninu ég gef honum mun aldrei þyrsta að eilífu, því vatnið sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Þá segir konan við hann: Herra, gef mér þetta vatn, svo að mér þyrsti ekki og ég þurfi ekki að fara hingað að ausa. Hann segir við hana: Farðu, kallaðu á manninn þinn og komdu hingað. Konan svaraði: Ég á engan mann. Jesús segir við hana: Rétt það að þú eigir engan mann, því að þú hefur átt 5 menn og sá sem þú átt nú ekki þinn maður. Þetta sagði þú satt. Kona segir við hann: Herra, nú sé ég að þú ert spámaður. Feður vorir hafa tilbyði Guð á þessu fjalli, en þér segið að í Jerúsalem sé staður þar sem tilbyða skuli. Jesús segir við hana: Trú þú mér, kona, sú stund kemur að þér munu hvorki tilbyða föðurinn á þessu fjalli né í Jerúsalem. Þér tilbyði það sem þér þekkið ekki, við tilbyðum það sem við þekkjum, því hjálpræði kemur frá gyðingum. En sú stund kemur, já, hún nú komin, hinni sönnu tilbyðendur munu tilbyða föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn leitast slíkara, þannig tilbyði hann. Guð andi og þeir sem tilbyða hann eiga tilbyði í anda og sannleika. Kona segir við hann: Ég veit að Messías kemur, það Kristur. Þegar hann kemur mun hann kjungera oss allt. Jesús segir við hana: Ég hann, ég sem við þið tala. Í sama bili komu lærisveinar hans og furðaði sig á því að hann var að tala við konu. Þó sagði enginn: Hvað viltu, eða hvað ert að tala við hana? Nú skildi konan eftir skjólu sína, fór inn í borgina og sagði við menn: Komið og sjáið mann, sagði mér allt sem ég hef gjört. Skildi hann vera Kristur? Þeir fóru úr borginni og komu til hans. Með þessu fór fram, báðu lærisveinarnir hann: Rabbi, fá þér að eta. Hann svaraði þeim: Ég hef mat að eta sem þeir vitið ekki um. Þá sögðu lærisveinarnir sín á milli: Skildi nokkur hafa fært honum að eta? Jesús sagði við þá: Minn matur að gera vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Segið þér ekki: Enn eru 4 mánuðir, þá kemur uppskeran, en ég segi yður: Lítið upp og horfið á agrana, þeir eru hvítir til uppskeru. Sá sem uppsker tekur þegar laun og safnar ávexti til eilífs lífs. Svo gleðjist sáir og með honum hinn sem uppsker. Hér sannast orðtakið: Einn sáir og annar sker upp. Ég sendi yður að skera upp það sem þér hafið ekki unni við. Aðrir hafa erfiðað, en þér eru gengnir inn í erfiði þeirra. Margir samverjar úr þessari borg trúðu á hann vegna orða konunnar, sem vitnaði það að hann hafi sagt henni allt sem hún hafi gjört. Þegar þeir samverjarnir komu til hans, báðu þeir hann að staldra við hjá sér. Var það kyrrt í 2 daga. Og miklu fleiri tóku trú þegar þeir heyrðu hann sjálfan. Þeir sögðu við konuna: Það ekki lengur sakir orða þinna að við trúum, því að við höfum sjálfur heyrt hann og vitum að hann sannarlega frelsari heimsins. Eftir þessa 2 daga fór hann þaðan til Galilíu, en sjálfur hafði Jesús sagt að spámaður væri ekki metinn í föðurlandi sínu. Þegar hann kom nú til Galilíu, tóku Galilíumenn honum vel, þar þeir höfðu séð allt sem hann hafði gjörði á hátíðinni í Jerúsalem, enda höfðu þeir sjálfur sótt hátíðina. Nú kom hann aftur til Kana í Galilíu, þar sem hann hafði gjört vatn af víni. Í Kapernaum var konungsmaður nokkur sem átti sjúkan son.
Þegar hann frétti að Jesús væri kominn frá Júdeu til Galilíu, fór hann til hans og bað hann að koma niður eftir og lækna son sinn, en hann var dauðvona. Þá sagði Jesús við hann: Þér trúið ekki nema þér sjáu tákn og stórmerki. Konungsmaður bað hann: Herra, kom þú áður en barni mitt andast. Jesús svaraði: Far þú, sonur þinn lifir. Maðurinn trúði því orði sem Jesús mælti til hans og fór af stað. En meðan hann var á leiðinni ofan eftir, mættu honum þjónar hans og sögðu að sonur hans væri á lífi. Hann spurði þá hvenær honum hefði farið að létta, og þeir svörðu: Í gær upp úr hádegi fór hitinn úr honum. Þá sá faðirinn að það var á þeirri stundu þegar Jesús hafði sagt við hann: Sonur þinn lifir, og hann tók trú og allt hans heima fólk. Þetta var annað táknið sem Jesús gjörði þegar hann kom frá Júdeu til Galileu. 5. kafli. Þessu næst var hátíð gyðinga. Þá fór Jesús upp til Jerúsalem. Við sauðahliðið í Jerúsalem laug sem kallast á hebresku Betseta. Þar eru 5 súlnagöng. Í þeim lá fjöldi sjúkra manna, blindra, haltra og lamaðra, sem biðu hræringa vassins, en engill drottins fór öðru hvoru niður í laugina og hærði vatnið. Sá sem fyrstur fór ofan í eftir hræringu vassins varð heill, hvaða sjúkdómur sem þjáði hann. Þarna var maður nokkur sem hafði verið sjúkur í 38 ár. Jesús sá hann þar sem hann lá og vissi að hann hafði lengi verið sjúkur. Hann sagði við manninn: Viltu verða heill? Hinn sjúki svaraði honum: Herra, ég hef engan til að láta mig í laugina þegar vatnið hrærir, og meðan ég er að komast fyrir annar ofan í á undan mér. Jesús segi við hann: Stattu upp, takar ekki þína og gakk. Jafnskjótt var maðurinn heill, tókar ekki sína og gekk. En þessi dagur var hvíldardagur, og gyðingarnir sögðu við hinn læknaða: Í dag er hvíldardagur, þú mátt ekki bera rekkjuna. Hann svaraði þeim: Sá sem læknaði mig sagði við mig: Takar ekki þína og gakk. Þeir spurðu hann: Hver er sá maður sem sagði þér: Tak hana og gakk? En læknaði maðurinn vissi ekki hver hann var, því að Jesús hafði lengst brott, en það var þröng á staðnum. Nokkru síðar hitti Jesús hann í helgidómunum og sagði við hann: Nú ertu orðin heill, syndga ekki framar, svo eigi hendi þig annað verra. Maðurinn fór og sagði gyðingum að Jesús væri sá sem læknaði hann. Nú tóku gyðingar að ofsækja Jesú fyrir það að hann gjörði þetta á hvíldardegi. En hann svaraði þeim: Faðir minn starfar til þessa stundar og ég starfa einnig. Nú sóttu gyðingar enn fastar að taka hann að lífi, þar sem hann braut ekki aðeins hvíldardags helgina, heldur kallaði líka Guð sinn eigin föður og gjörði sjálfan sig þannig Guði jafnan. Þessu svaraði Jesús og sagði við þá: Sannlega, sannlega segi ég yður, ekkert getur sonurinn gjört af sjálfum sér, nema það sem hann sér föðurinn gjöra. Því hvað sem hann gjörir, það gjörir sonurinn einnig. Faðirinn elskar soninn og sýnir honum allt sem hann gjörir sjálfur. Hann mun sýna honum meiri verk en þessi, svo að þér verði furðu losnir. Eins og faðirinn vekur upp dauða og lífgar, þannig lífgar og sonur þá sem hann vill. En það dæmir faðirinn engan, heldur hefur hann falið syninum allan dóm, svo að allir heiðri soninn eins og þeir heiðra föðurinn. Sá sem heiðrar ekki soninn, heiðrar ekki föðurinn sem sendi hann. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem heyri mitt orð og trúir þeim sem sendi mig, hefur eilíft líf og kemur ekki til dóms, heldur hann stiginn yfir frá dauðanum til lífsins. Sannlega, sannlega segi ég yður, sú stund kemur og er þegar komin, að hinir dauðu munu heyra röst Guðs sonarins og þeir sem heyra munu lifa. Eins og faðirinn hefur líf í sjálfum sér, þannig hefur hann nú veitt syninum að hafa líf í sjálfum sér. Og hann hefur veitt honum vald til að halda dóm, því hann er manns sonur. Undrist þetta ekki, sú stund kemur, þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drygt hafa hið illa til dómsins.
Ég megna eigi að gjöra neitt af sjálfu mér. Ég dæmi samkvæmt því sem ég heyri og dómur minni réttist, því að ég leita ekki míns vilja, heldur vilja þess sem sendi mig. Ef ég vitna sjálfur mig, vitnisburður minn ekki gildur. Annar sá sem vitnar mig, og ég veit að sá vitnisburður sannur, sem hann ber mér. Þeir hafi sendt til Jóhannesar, hann bar sannleikanum vitni, ekki þar ég vitnisburð manns, en ég segi þetta til þess að þér megi frelsast. Hann var logandi og skínandi lampi, þér vildu stund gleðjast við ljós hans. Ég hef þann vitnisburð sem meiri en Jóhannesar, því verkin sem faðir minn fékk mér að fullna, verkin sem ég vinn, bera mér það vitni að faðirinn hefur sendt mig. Faðirinn sem sendi mig, hann hefur sjálfur vitnað mig. Þér hafið aldrei heyrt rödd hans, ég séð ásýnd hans, og orð hans býr ekki í yður, því að þér trúið ekki þeim sem hann sendi. Þér rannsækið ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga í litt líf, og það eru þær sem vitnaðu mig. En þið vilja ekki koma til mín og öðlast lífið. Ég þekki ekki heiður af mönnum, en ég þekki yður að þér hafið ekki í yður kærleika Guðs. Ég komin í nafni föður míns og þér taki ekki við mér. Ef annar kæmi í sínu eigin nafni, tæki þér við honum. Hvernig geti þér trúað þegar þér þykki heiður hver af öðrum? En leitið ekki þess heiðurs sem frá einum Guði. Ætlið eigi að ég muni ákæra yður fyrir föðurnum. Sá sem ákærir yður Móse, og á hann vonið þér. Ef þér tryðu Móse, myndu þér líka trúa mér, því mig hefur hann ritað. Fyrst þér trúið ekki því sem hann skrifaði, hvernig getið þér þó trúa orðum mínum? 7. kafli. Eftir þetta fór Jesús yfir Galilíuvatn eða Tíberíasarvatn. Mikill fjöldi manna fylgdi honum, því að þeir sáu þau tákn hann gjörði á sjúku fólki. Þá fór Jesús upp á fjallið og settist þar niður með lærisveinum sínum. Þetta var laust fyrir páska, hátíð gyðinga. Jesús leit upp og sá að mikill mannfjöldi kom til hann. Hann segi þá við Filipus: Hvar eigum við að kaupa brauð að þessi menn fái að eta? En þetta sagði hann til að reyna hann, því hann vissi sjálfur hvað hann ætlaði að gjöra. Filipus svaraði honum: Brauð fyrir 200 denara nægðu þeim ekki, svo hver fengi lítið eitt. Annar lærisveinn hans, Andrés, bróðir Símonar Pétur, segir þá við hann: Hér piltur sem með 5 byggbrauð og 2 fiska, en hvað það handa svo mörgum? Jesús sagði: Látið fólki setjast niður. Þarna var gras mikið, menn settust nú niður 5.000 karlmenn að tölu. Nú tók Jesús brauðin, gjörði þakkir og skipti þeim út til þeirra sem þar sátu, og eins af fiskonum svo mikið sem þeir vildu. Þegar þeir voru mettir, sagði hann við lærisveina sína: Safnið saman leifunum svo ekkert spillist. Þeir söfnuðu þeim saman og fylltu 12 korfu með leifum byggbrauðana 5 sem af gengu hjá þeim neitt höfðu. Þegar menn sá táknið sem hann gjörði, sögðu þeir: Þessi maður sannarlega spámaðurinn sem koma skal í heiminn. Jesús vissi nú að þeir myndu koma og taka hann með valdi til að gjöra hann að konungi, og vék því aftur upp til fjallsins einn síns liðs. Þegar kvöld var komið, fóru lærisveinar hans niður af vatninu, stigu út í bát og lögðu af stað yfir vatni til Kapernaum. Myrkur var skollið á og Jesús var ekki enn kominn til þeirra. Vind gerði hvassan og tók vatnið að æsast. Þegar þeir höfðu róið hér bil 25 eða 30 skeiðrúm, sáu þeir Jesú gangandi á vatninu og nálgast bátinn. Þeir eruðu hræddir, en hann sagði við þá: Það ég, óttist eigi. Þeir vildu þá taka hann í bátinn, en í sömu svifum rann báturinn að landi þar sem þeir ætluðu að lenda. Daginn eftir sá fólkið sem eftir var handan vassins að þar hafði ekki verið nema 1 bátur og að Jesús hafði ekki stigið bátum með lærisveinum sínum, heldur höfðu þeir farið burt einir saman. Aðrir bátar komu frá Tíberías í nánd við staðinn þar sem þeir höfðu etið brauðið, þegar drottinn gerði þakkir. Nú sáu menn að Jesús var ekki þarna fremur en lærisveinar hans,
Þeir stigu því í bátana og komu til Kapernum í leit að Jesú. Þeir fundu hann hinum megin við vatnið og spurðu hann: Rabbi, nær komstu hingað? Jesús svaraði þeim: Sannlega, sannlega segi ég yður, þér leiti mín ekki að því að þér sáu tákn, heldur að því að þér átu af brauðunum urðu mettir. Aflið yður eigi þeirra fæðu sem eyðist, heldur þeirra fæðu sem varir til eilífs lífs, og mannssonurinn mun gefa yður. Því á hann hafi faðirinn Guð sjálfur sett innsigli sitt. Þá sögðu þeir við hann: Hvað eigum við að gjöra svo við vinnu verk Guðs? Jesús svaraði þeim: Þetta er verk Guðs, að þeir trúið á þann sem hann sendi. Þeir spurðu hann þá: Hvaða tákn gjörið þú, svo að við sjáum og trúum þér? Hvað afrekar þú? Feður vorar átu manna í eyðimörkinni, eins og ritað er: Brauð af himni gaf hann þeim að eta. Jesús sagði við þá: Sannlega, sannlega segi ég yður, Móse gaf yður ekki brauð af himni, heldur gefur faðir minn yður hið sanna brauð af himni. Brauð Guðs er sá sem stígur niður á himni og gefur heiminu líf. Þá sögðu þeir við hann: Herra, gef oss ætíð þetta brauð. Jesús sagði þeim: Ég er brauð lífsins. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur, og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. En ég hef sagt við yður: Þér hafi séð mig og trúið þó ekki. Allt sem faðirinn gefur mér mun koma til mín, og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Ég er stiginn niður á himni, ekki til að gjöra vilja minn, heldur vilja þess sem sendi mig. En sá er vilji þess sem sendi mig, að ég glati engu af öllu því sem hann hefur gefið mér, heldur reisa það upp á efsta degi. Því sá er vilji föður míns, að hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf, og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Nú kom upp kurr meðal gyðinga út af því að hann sagði: Ég er brauðið sem niðursteig af himni, og þeir sögðu: Er þetta ekki hann Jesús, sonur Jósefs? Við þekkjum bæði föður hans og móður. Hvernig getur hann sagt að hann sé stigið niður á himni? Jesús svaraði þeim: Verið ekki með kurr yður á meðal. Enginn getur komið til mín nema faðirinn sem sendi mig dragi hann, og ég reisi hann upp á efsta degi. Hjá spámönnunum er skrifað: Þeir munu allir verða af Guði fræddir. Hver sem hlýðir á föðurinn og lærir af honum kemur til mín. Ekki er það svo að nokkur hafi séð föðurinn, sá einn sem er frá Guði hefur séð föðurinn. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem trúir hefur eilíft líf. Ég er brauð lífsins. Feður yður átu manna í eyðimörkinni, en þeir dóu. Þetta er brauðið sem niðurstígur á himni. Sá sem etur á því deyr ekki. Ég er hið lifandi brauð sem steig niður á himni. Hver sem etur á þessu brauði mun lifa að eilífu, og brauðið sem ég mun gefa er hold mitt, heiminu til lífs. Nú deildu gyðingar sín á milli og sögðu: Hvernig getur þessi maður gefið oss hold sitt að eta? Þá sagði Jesús við þá: Sannlega, sannlega segi ég yður, ef þér eti ekki hold mannssonarins og drekki blóð hans, hafi þér ekki líf í yður. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf, og ég reisi hann upp á efsta degi. Hold mitt er sönn fæða, og blóð mitt er sannur drykkur. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt er í mér og ég í honum. Eins og hinn lifandi faðir sendi mig, og ég lifi fyrir föðurinn, svo mun sá lifa fyrir mig sem mig etur. Þetta er það brauð sem niðursteig af himni. Það er ekki eins og brauðið sem feðurnir átu og dóu. Sá sem etur þetta brauð mun lifa að eilífu. Þetta sagði hann þegar hann var að kenna í samkundunni í Kapernum. Margir af lærisveinum hans er áhlýtu sögðu: Þung er þessi ræða, hver getur hlustað á hana? Jesú vissi með sjálfum sér að kurr var með lærisveinum hans út af þessu og sagði við þá: Hneykslar þetta yður? En ef þér sæju mannssoninn stíga upp þangað sem hann áður var, það er andinn sem lífgar, holdið megnar ekkert. Orðin sem ég hef talað til yðar, þau eru andi og þau eru líf, en meðal yðar eru nokkri sem ekki trúa. Jesús vissi frá upphafi hverju þeir voru sem trúðu ekki og hver svo var sem myndi svíkja hann.
Og hann bætti við: vegna þess að ég sagði við yður, enginn getur komið til mín nema Faðir veiti honum það. Upp úr þessu hurfu margir af lærisveinum hans frá og voru ekki framar með honum. Þá sagði Jesús við þá 12: ætlið þér að fara líka? Símon Pétur svaraði honum: Herra, til hvers ættum við að fara? Þú hefur orð eilífs lífs, og við trúum og vitum að þú ert hinn heilagi Guðs. Jesús svaraði þeim: hef ég ekki sjálfur útvalið yður 12? Þó einn af yður djöfull. Hann átti við Júdas Símonarson Ískariot, sem var til þess að svíkja hann, einn þeirra 12. 7. kafli. Eftir þetta fór Jesús Galilíu. Hann vildi ekki fara Júdeu sökum þess að gyðingar sátu líf hans. Nú fór að hátíð gyðinga, laugskólahátíðin. Þá sögðu bræður hans við hann: flytið héðan og farið til Júdeu, til þess að lærisveinar þínir sjáu líka verkin þín sem þú gjörir. Því enginn starfar í leinum ef hann vill verða alkunnur. Fyrst þú vinnur slík verk, þá opinbera sjálfa þig heiminum, því jafnir bræður hans trúðu ekki á hann. Jesús sagði við þá: minn tími er ekki enn kominn, en yður hentar allur tími. Heimurinn getur ekki hatað yður. Mig hatar hann af því að ég vitna hann að verk hans eru vond. Þér skulu fara upp eftir á hátíðina. Ég fer ekki til þessara hátíðar, því minn tími er ekki enn kominn. Þetta sagði hann þeim og var kyrr í Galileu. Þegar bræður hans voru farnir upp eftir til hátíðarinnar, fór hann samt líka upp eftir, ekki svo menn vissu, heldur nánast á laun. Gyðingar voru að leita að honum á hátíðinni og spurðu hvar hann væri. Manna á meðal var margt hann talað. Sumir sögðu: hann er góður, en aðrir sögðu: nei, hann leiðir fjöldan í villu. Þó talaði engin opinskátt hann af ótta við gyðinga. Hátíðin var þegar hálfnuð, fór Jesús upp í helgidóminn og tók að kenna. Gyðingar urðu forvið og sögðu: hvernig hefur þessi maður orðið lærður og hefur þó ekki fræðslu notið? Jesús svaraði þeim: kenning mín er ekki mín, heldur hans er sendi mig. Sá sem vill gjöra vilja hans mun komast á raunum hvort kenning mín er frá Guði eða ég tala að sjálfum mér. Sá sem talar að sjálfum sér leitar eigin heiðurs, en sá sem leita heiður þess er sendi hann er sannorður og í honum ekkert ranglæti. Gaf Móse yður ekki lögmálið, samt heldur enginn yðar lögmálið. Hví sitið þér líf mitt? Fólkið ansaði: þú ert haldinn illum anda, hver situr líf þitt? Jesús svaraði þeim: eitt verk gerði ég og þér undrist það allir. Móse gaf yður umskurnina. Hún er að vísu ekki frá Móse, heldur feðrónum. Og þér umskerði mann jafnvel á hvíldardegi. Fyrst maður umskorinn á hvíldardegi, til þess að lögmál Móse verði ekki broti. Hví reiðist þér mér að ég gjörði mannin allan heilan á hvíldardegi? Dæmi ekki eftir útliti, dæmi réttlandan dóm. Þá sögðu nokkru Jerúsalem búar: er þetta ekki sá sem þeir sitja að lífláta? Og nú er hann að tala á almannafæri og þeir segja ekkert við hann. Skyldu nú höfðingjarnir hafa komist á raunum að hann sé Kristur? Nei, við vitum hvaðan þessi maður er. Þegar Kristur kemur veit enginn hvaðan hann er. Jesús var að kenna í helgidómunum og nú kallaði hann: bæði þekki þér mig og viti hvaðan ég er, þó ég ekki komin að sjálfu mér. En sá er sannur sem sendi mig og hann þekki þér ekki. Ég þekki hann, því að ég er frá honum og hann sendi mig. Nú ætluðu þeir að grípa hann, en enginn lagði hendur á hann, því stund hans var enn ekki komin. En af alþýðu manna tóku margir að trúa á hann og sögðu: mun Kristur gera fleiri tákn þegar hann kemur en þessi maður hefur gjört. Farisear heyrðu að fólk var að skrafa þetta hann, og æðstu prestar og farisear sendu þjóna að taka hann höndum. Þá sagði Jesús: en verð ég hjá yður skamma stund, og þá fer ég aftur til þess sem sendi mig. Þér munu leita mín og ég finna. Þér geti ekki komist þangað sem ég er. Þá sögðu gyðingar sín á milli:
Hvert skyldi hann ætla að fara, svo við finnum hann ekki? Hann ætla þó ekki að fara til gyðinga, sem dreifðir eru meðal Grikkja og kenna Grikkjum. Hvað var hann að segja? Þeir munu leita mín og ég finna, og þeir geti ekki komist þangað sem ég er. Síðasta daginn, hátíðardaginn mikla, stóð Jesús þar og kallaði: Ef nokkurn þyrstir, þá komi hann til mín og drekki. Sá sem trúir á mig, frá hjarta hans, munu renna læki lifandi vatns, eins og reikningi segir. Þarna átti hann við andan þeir skyldu hljóta sem á hann trúa. Því enn var andin ekki gefinn, þar Jesús var ekki enn dýrlegur orðinn. Þá sögðu nokkrir úr mannfjöldanum sem hlýddu á þessi orð: Þessi er sannarlega spámaðurinn. Aðrir mæltu: Hann er Kristur, en sumir sögðu: Myndi Kristur koma frá Galíleu? Hefur ekki reikningi sagt að Kristur komi að kyni Davíðs frá Betlehem, þorpinu þar sem Davíð var? Þannig greindi menn á hann. Nokkrir þeirra vildu grípa hann, en þó lagði engin hendur á hann. Nú komu þjónarnir til æðsta prestana og farisæana, sem sögðu við þá: Hvers vegna komið þér ekki með hann? Þjónarnir svöruðu: Aldrei hefur nokkur maður talað þannig. Þá sögðu farisæarnir: Létu þeir einnig leiðast afvega? Ætli nokkur af höfðingjónum hafi farið að trúa á hann, eða þá af farisæum? Þessi almúgi sem veit ekkert í lögmálinu, hann er bölvaður. Nikodémus kom til hans fyrrum og var einn af þeim, segi við þá: Mundi lögmál vart dæma mann, nema hans yfirherður áður og að því komist hvað hann hefur aðhafst? Þeir svörðu honum: Ert þú nú líka frá Galíleu? Gáðu að og sjáðu að engin spámaður kemur úr Galíleu. 8. kafli. Nú fór hver heim til sín. En Jesús fór til Olíufjallsins. Snemma morguns kom hann aftur í helgidóminn og allur líður kom til hans, en hann settist og tók að kenna þeim. Farisæur og fræðimenn komu með konu staðin að hórdómi. Létu hann að standa mitt á meðal þeirra og sögðu við hann: Meistari, kona þessi var staðin að verki þar sem hún var að drífa hór. Móse bauði oss í lögmálinu að grýta slíka konu. Hvað segir þú nú? Þetta sögðu þeir til að reyna hann, svo þeir hefðu eitthvað að ákæra hann fyrir. En Jesús laut niður og skrifaði með fingrunum á jörðina. Og þegar þeir héldu áfram að spyrja hann, rétti hann sig upp og sagði við þá: Sá yðar sem syndlaus er, kasti fyrstur steini á hana. Og aftur laut hann niður og skrifaði á jörðina. Þegar þeir heyrðu þetta, fóru þeir burt einn af öðrum. Öldungarnir fyrstir, Jesús var einn eftir og konan stóð í sömu sporum. Hann rétti sig upp og sagði við hana: Kona, hvað varð af þeim? Sakveldið enginn þig? En hún sagði: Enginn, herra. Jesús mælti: Ég sakveldi þig ekki heldur, far þú, syndga ekki framar. Nú talaði Jesús aftur til þeirra og sagði: Ég er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Þá sögðu farisæar við hann: Þú vitnar nú sjálfan þig, vitnisburður þinn er ekki skildur. Jesús svaraði þeim: Enda þótt ég vitni sjálfan mig, er vitnisburður minn gildur, því að ég veit hvaðan ég kom og hvert ég fer, en þér viti ekki hvaðan ég kem né hvert ég fer. Þér dæmið að hætti manna, ég dæmi engan. En ef ég dæmi, er dómur minn réttuð, því að ég er ekki einn, með mér er Faðirinn sem sendi mig, og í lögmáli yðar er ritað að vitnisburður tveggja manna sé gildur. Ég er sá sem vitnar sjálfa mig, og Faðirinn sem sendi mig vitnar mig. Þeir sögðu við hann: Hvar er faðir þinn? Jesús svaraði: Hvorki þekki þér mig né föður minn. Ef þið þekktu mig, þá þekktu þér líka föður minn. Þessi orð mælti Jesús hjá fjárreiðslunni, þegar hann var að kenna í helgidóminum. Enginn lagði hendur á hann, því stund hans var ekki enn komin. En sagði hann við þá: Ég fer burt, og þér munu leita mín, en þér munu deyja í syndiðan. Þangað sem ég fer, geti þér ekki komist. Nú sögðu gyðingar: Mun hann ætla að fyrirfara sér, fyrst hann segir: Þangað sem ég fer, geti þér ekki komist.
En hann sagði við þá: Þér eruð neðanað, ég er ofanað. Þér eruð af þessum heimi, ég er ekki af þessum heimi. Þess vegna sagði ég yður að þér munu deyja í syndum yðar, því ef þér trúið ekki að ég sé sá sem ég er, munu þér deyja í syndum yðar. Þeir spurðu hann þá: Hver ert þú? Jesús svaraði þeim: Sá sem ég hef sagt yður frá upphafi. Margt hef ég yður að tala og fyrir margt að dæma, en sá sem sendi mig er sannur, og það sem ég heyrði frá honum, það tala ég til heimsins. Þeir skildu ekki að hann var að tala við þá föðurinn. Því sagði Jesús: Þegar þér hefjið upp mannsonin, munu þér skilja að ég er sá sem ég er, og að ég geri ekkert af sjálfu mér, heldur tala ég það eitt sem Faðirinn hefur kennt mér. Og sá sem sendi mig er með mér. Hann hefur ekki látið mig einan, því ég gjöri ætíð það sem honum þóknast. Þegar hann mælti þetta, fóru margir að trúa á hann. Þá sagði Jesús við gyðingana, sem tekjuðu trú á hann: Ef þér eru stöðugir í orði mínu, eru þér sannir lærisveinar mínir, og munu þekkja sannleikann, og sannleikurinn mun gera þau frjálsa. Þeir svörðu honum: Vér erum niðjar Abraham, og höfum aldrei verið nokkurs manns þrælar. Hvernig getur þú sagt: Þér munu verða frjálsir? Jesús svaraði þeim: Sannlega, sannlega segi ég yður, hver sem syndina drýgir er þræll syndarinnar. En þrællinn dvelst ekki aldur í húsinu, sonurinn dvelst þar aldur og ævi. Ef sonurinn gerir yður frjálsa, munu þér sannarlega verða frjálsir. Ég veit að þér eru niðjar Abraham, þó leitist þér við að lífláta mig, því orð mitt fær ekki rúm hjá yður. Ég tala það sem ég hef séð hjá föður mínum, og þér gjörið það sem þér hafi heyrt hjá föður yðar. Þeir svörðu honum: Faðir vor er Abraham. Jesús segi við þá: Ef þér værið börn Abrahams, mundu þér vinna verk Abrahams. En nú leitist þér við að lífláta mig, mann sem hefur sagt yður sannleikann, sem ég heyrði frá Guði. Slíkt gjörði Abraham aldrei. Þér vinni verk föður yðar. Þau sögðu við hann: Vér erum ekki hórgetnir. Einn föður eigum vér, Guð. Jesús svaraði: Ef Guð væri faðir yðar, mundi þér elska mig, því frá Guði er ég út gengin og komin. Ekki er ég sendur á sjálfu mér, það er hann sem sendi mig. Hví skiljið þér ekki mál mitt? Af því að þér geti ekki hlustað á orð mitt. Þér eigið djöfuluna föður og vilji gjöra það sem faðir yðar girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því að honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur, fer hann eðli sínu, því hann er lygari og lýginnar faðir. En af því að ég segi sannleikan, trúið þér mér ekki. Hver yðar getur sannað á mig synd? Ef ég segi sannleikan, hví trúið þér mér ekki? Sá sem er að Guði, heyri Guðs orð. Þér heyrið ekki vegna þess að þér eruð ekki af Guði. Gyðingar svörðu honum: Er það ekki rétt sem við segjum, þú ert samverji og hafir illan anda? Jesús ansaði: Ekki hef ég illan anda, ég heiðra föður minn en þér smánið mig. Ég leita ekki míns heiðurs, sá er til sem leitar hans og dæmir. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem varðveitir mitt orð skal aldrei eilífu deyja. Þá sögðu gyðingar við hann: Nú vitum við að þú hefur illan anda. Abraham dó og spámennirnir, og þú segir að sá sem varðveitir orð þitt skuli aldrei eilífu deyja. Ert þú meira en faðir vor, Abraham? Hann dó og spámennirnir dóu. Hver þykist þú vera? Jesús svaraði: Ef ég veksama sjálfa mig, er veksend mín engin. Faðir minn er sá sem veksamar mig, hann sem þér segið vera Guðiðan. Og þér þekkið hann ekki, en ég þekki hann. Ef ég segðist ekki þekkja hann, væri ég lygari eins og þér, en ég þekki hann og varðveiti orð hans. Abraham faðir yðar vænti þess með fögnuði að sjá dag minn, og hann sá hann og gladdist. Nú sögðu gyðingar við hann: Þú ert ekki enn orðið 50 og hefur séð Abraham. Jesús sagði við þá: Sannlega, sannlega segi ég yður,
áður en Abraham fæddist er ég. Þá tóku þeir upp steina til að grýta Jesú, en hann duldist og fór út úr helgidóminum. 9. kafli. Á leið sinni sá hann mann sem var blindur frá fæðingu. Lærisveinar hans spurðu hann: Rabbi, hvort hefur þessi maður syndgað eða foreldrar hans fyrst hann fæddist blindur? Jesús svaraði: Hvorki er það af því að hann hafi syndgað eða foreldrar hans, heldur til þess að verk Guðs verði opinber á honum. Oss ber að vinna verk þess sendi mig meðan dagur er. Það kemur nótt þegar enginn getur unnið. Meðan ég er í heiminum er ég ljós heimsins. Að svo mæltu skyrti hann á jörðina, gjörði leðju úr munnvatninu, strauk leðju á augu hans og sagði við hann: Farðu og þóði þér lauginni Sílóum. Sílóum þýðir sendur. Hann fór og þóði sér og kom sjáandi. Nágrannar hans og þeir sem höfðu áður séð hann ölmusu mann sögðu þá: Er þetta ekki sá setið hefur og beðið sér ölmusu? Sumir sögðu: Sá er maðurinn, en aðrir sögðu: Nei, en líkur er hann honum. Sjálfur sagði hann: Ég er sá. Þá sögðu þeir við hann: Hvernig opnuðust augu þín? Hann svaraði: Maður að nafni Jesú gerði leðju og smurði á augu mín og sagði mér að fara til Sílóum og þvo mér. Ég fór og fekk sjónina þegar ég var búinn að þvo mér. Þeir sögðu við hann: Hvar er hann? Hann svaraði: Það veit ég ekki. Þeir fara til farisæana með manninn sem áður var blindur, en þá var hvíldadagur þegar Jesús bjó til leðjuna og opnaði augu hans. Farisæarnir spurðu hann nú líka hvernig hann hefði fengið sjónina. Hann svaraði þeim: Hann lagði leðju á augu mín, ég þvoði mér og nú sé ég. Þá sögðu nokkri farisæar: Þessi maður er ekki frá Guði, fyrst hann heldur ekki hvíldardaginn. Aðrir sögðu: Hvernig getur syndugur maður gjört þvílíkt tákn? Og ágreiningur var með þeim. Þá sögðu þeir aftur við hinn blinda: Hvað segir þú hann fyrst hann opnaði augu þín? Hann sagði: Hann er spámaður. Gyðingar trúðu því ekki að hann sem sjónina fekk hafi verið blindur og kölluðu fyrst á foreldrar hans og spurðu þá: Er þetta sonur ykkar sem þið segið að hafi fæðst blindur? Hvernig er hann þá orðinn sjáandi? Foreldrar hans svörðu: Við vitum að þessi maður er sonur okkar og hann fæddist blindur, en hvernig hann er nú orðinn sjáandi vitum við ekki. Né heldur vitum við hver opnaði augu hans. Spyrjið hann sjálfan, hann hefur aldur til, hann getur svarað fyrir sig. Þetta sögðu foreldrar hans af ótta við gyðinga, því gyðingar höfðu þegar samþykkt að ef nokkur játaði að Jesús væri Kristur, skildi hann samkundur rækur. Vegna þessa sögðu foreldrar hans: Hann hefur aldur til, spyrjið hann sjálfan. Nú kölluðu þeir í annað sinn á mannin sem blindur og hafði verið og sögðu við hann: Gef þú Guði dýrðina, ég vitum að þessi maður er syndari. Hann svaraði: Ekki veit ég hvort hann er syndari, en eitt veit ég, að ég sem var blindur er nú sjáandi. Þá sögðu þeir við hann: Hvað gjörði hann við þig? Hvernig opnaði hann augu þín? Hann svaraði þeim: Ég er búinn að segja þau það og þið hlustuð ekki á það. Hví viljið þér heyra það aftur? Viljið þér líka vera lærisveinar hans? Þeir atörtu hann og sögðu: Þú ert lærisveinn hans, við erum lærisveinar Móse. Við vitum að Guð talaði við Móse, en þennan vitum við ekki hvaðan hann kom. Maðurinn svaraði þeim: Þetta er furðulegt, að þeir viti ekki hvaðan hann er, og þó opnaði hann augu mín. Við vitum að Guð heyrir ekki syndara, en einhver er Guðrækin og gjörur vilja hans, þann heyrir hann. Frá alda öðli hefur ekki heyrst að nokkur hafi opnað augu þess sem blindur var borinn. Ef þessi maður væri ekki frá Guði, gæti hann ekkert gjört. Þeir svörðu honum: Þú ert syndum vafinn frá fæðingu og ætlar að kenna oss, og þeir ráku hann út. Jesús heyrði að þeir höfðu rekið hann út. Hann fann hann og sagði við hann: Trúir þú á mannssonin? Hann svaraði: Herra, hver er sá að ég megi trúa á hann? Jesús sagði við hann: Þú hefur séð hann er sá sem er nú að tala við þig. En hann sagði: Ég trúi, Herra, og féll fram fyrir honum.
Jesús sagði, til dóms er ég komin í þennan heim, svo að blindir sjái og hinir sjáandi verði blindið. Þetta heyrðu þeir farisear sem með honum voru og spurðu, eru við þá líka blindir? Jesús sagði við þá, ef þér væru blindir, væru þér án sakar, en nú segist þér vera sjáandi, því vari sök yðar. 10. kafli. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem kemur ekki dyrnar inn í Sauðabyrgið, heldur fer yfir annar staðar, hann er þjófur og ræningi, en sá sem kemur inn dyrnar er hirðir sauðanna. Dyravörðurinn líkur upp fyrir honum og sauðirnir heyra raust hans og hann kallar á sína sauði með nafni og leiðir þá út. Þegar hann hefur látið út alla sauði sína, fer hann undan þeim og þeir fylgja honum af því að þeir þekkja raust hans. En ókunnugum fylgja þeir ekki, heldur flýja frá honum því að þeir þekkja ekki raust ókunnugra. Þessa líkingu sagði Jesús þeim, en þeir skildu ekki hvað það þýddi sem hann var að tala við þá. Því sagði Jesús aftur, sannlega, sannlega segi ég yður, ég er dyr sauðanna. Allir þeir sem á undan mér komu eru þjófar og ræningjar, enda hlýddu sauðirnir þeim ekki. Ég er dyrnar, sá sem kemur inn mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela, slátra og eyða. Ég er komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð. Ég er góði hirðirinn. Góði hirðirinn leggur líf sitt í sölutna fyrir sauðina. Leiguliðinn, sem hvorki er hirðir né sjálfur á sauðina, sér úlfinn koma og yfirgefur sauðina og flýr, og úlfurinn hremmir þá og tístrar þeim, enda er hann leiguliði og lætur sér ekki annt sauðina. Ég er góði hirðirinn og þekki mína og mínir þekkja mig, eins og faðirinn þekki mig og ég þekki föðurinn. Ég legg líf mitt í sölurnar fyrir sauðina. Já, líka aðra sauði sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi. Þá ber mér einnig að leiða, þeir munu heyra raust mína, og það verður ein hjörð, einn hirðir. Fyrir því elska faðirinn mig að ég legg líf mitt í sölurnar, svo ég fái það aftur. Enginn tekur það frá mér, heldur legg ég það sjálfur í sölurnar. Ég hef vald til að leggja það í sölurnar og vald til að taka það aftur. Þessa skipun fékk ég frá föður mínum. Aftur var ágreiningur með gyðingum út af þessum orðum. Margir þeirra sögðu, hann hefur illan anda og er genginn af vitinu, hvað eru þér að hlusta á hann? Aðrir sögðu, þessi orð mælir engin sá sem hefur illan anda. Mundi illur andi geta opnað augu blindra? Nú var vígsluhátíðin í Jerúsalem og komið vetur. Jesús gekk í súlnagöngu Salómons í helgidóminum. Þá söfnuðust gyðingar hann og sögðu við hann, hve lengi lætur þú oss í óvissu? Ef þú ert Kristur, þá seg á stað berum orðum. Jesús svaraði þeim, ég hef sagt yfir það en þið trúið ekki. Verkin sem ég gjöri í nafni föður míns, þau vitna mig, en þér trúið ekki, því að þér eruð ekki úr hópi sauða minna. Mínir sauðir heyra raust mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Ég gef þeim eilíft líf og þeir skulu aldrei eilífu glatast og enginn skal slíta þá úr hendi minni. Faðir minn sem hefur gefið mér þá er meira en allir og enginn getur slítið þá úr hendi föðurins. Ég og faðirinn erum eitt. Gyðingar tóku aftur upp steina til að grýta hann. Jesús melti við þá, ég sýndi þau mörg góð verk frá föður mínum, fyrir hvert þeirra verka viljið þér grýta mig. Gyðingar svörðu honum, við grýtu þig ekki fyrir góð verk, heldur fyrir guðlast, að þú sem ert maður gjörir sjálfan þig að guði. Jesús svaraði þeim, er ekki skrifað í lögmáli yðar? Ég hef sagt, þér eru guðir. Ef þú nefnir þá guði sem Guðs orð kom til og ritningin verður ekki felld úr gildi, segið þér þá við mig sem faðirinn helgað og sendi í heiminn að ég guðlasti að því ég sagði ég er sonur Guðs. Ef ég vinn ekki verk föður míns, trúið mér þá ekki, en ef ég vinn þau, þá trúið verkunum, þótt þér trúið mér ekki, svo þeir skiljið og vitið að faðirinn er í mér og ég í föðurnum. Nú reyndu þeir aftur að grípa hann, en hann gekk þeim úr greipum. Hann fór aftur burt yfir Jórdan, þangað sem Jóhannes hafði fyrrum verið að skýra
og var þar kyrrt. Margir komu til hans. Þeir sögðu, víst gjörði Jóhannes ekkert tákn, en allt það satt sem hann sagði þennan mann, og þarna tóku margir trú á hann. 11. kafli. Maður svo var sjúkur Lasarus hét frá Betaníu, þorpi Maríu og Mörtu, systur hennar. En María var sú smurði drottins smyrslum og þerraði fætur hans með hári sínu. Bróðir hennar Lasarus var sjúkur. Nú gjörðu systurnar Jesú orðsending. Herra, sá sem þú elskar sjúkur. Þegar hann heyrði það mælti hann, þessi sótt ekki banvæn, heldur Guði til dýrðar, að Guðssonur vegsamist hennar vegna. Jesús elskaði þau Mörtu og systur hennar og Lasarus. Þegar hann frétti að hann væri veikur, var hann samt kyrrt á sama stað í 2 daga. Að þeim liðinu sagði hann við lærisveina sína, förum aftur til Júdeu. Lærisveinarnir sögðu við hann, Rabbi, nýlega voru gyðingar að því komnir að grýta þig og þú ætlar þangað aftur. Jesús svaraði, eru ekki stundir dagsins 12? Sá sem gengur að degi hrasar ekki, því hann sér ljós þessa heims. En sá sem gengur að nóttu hrasar, því hann hefur ekki ljósið í sér. Þetta mælti hann og sagði síðan við þá, Lasarus vin vor sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisveinar hans, Herra, ef hann sofnaður, batnar honum. En Jesús talaði dauða hann. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulegan svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lasarus dáinn, og yðar vegna fagna ég því að ég var þar ekki til þess að þér skulu trúa, en föru nú til hans. Tómas sem nefndist Tvíburi sagði þá við hina lærisveinana, við skulum fara líka til að deyja með honum. Þegar Jesús kom, var það þess vís að Lasarus hafði verið 4 daga í gröfinni. Betania var nálægt Jerúsalem, hér bil 15 skeiður þaðan. Margir gyðingar voru komnir til Mörtu og Maríu að hugga þær eftir bróðumissinn. Þegar Marta frétti að Jesús væri að koma, fór hún á móti honum, en María satt heima. Marta sagði við Jesú, Herra, ef þú hefði verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. En einnig nú veit ég að Guð mun gefa þér hvað sem þú biður hann Jesús segir við hana, bróðir þinn mun upprísa. Marta segir, ég veit að hann rís upp í upprisinu á efsta degi. Jesús mælti, ég upprisun og lífið. Sá sem trúur á mig mun lifa þótt hann degi, og hver sem lifir og trúur á mig mun aldrei að eilífu deyja. Trúir þú þessu? Nú segir við hann, já herra, ég trúi að þú sért Kristur Guðs sonur sem koma skal í heiminn. Að svo mæltu fór hún, kallaði á Maríu systur sína og sagði í hljóði, meistarinn hér og vill finna þig. Þegar María heyrði þetta, reis hún skjótt á fætur og fór til hans. En Jesús var ekki enn kominn til þorpsins, heldur var hann enn á þeim stað þar sem Marta hafði mætt honum. Gyðingarnir, sem voru heima hjá Maríu að hugga hana, sáu að hún stóð upp í skyndi og gekk út, og fóru þeir á eftir henni, þeir hugðu að hún hefði farið til grafarinnar að gráta þar. María kom þangað sem Jesús var, og hún sá hann, féll hún honum til fóta og sagði við hann, Herra, ef þú hefði verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. Þegar Jesús sá hana gráta og gyðingana gráta sem með henni komu, komst hann við í anda og var hrærður mjög og sagði, hvar hafið þið lagt hann? Þeir sögðu, Herra, kom þú og sjá. Þá grét Jesús. Gyðingar sögðu, sjá hversu hann hefur elskað hann. En nokkur þeirra sögðu, gat ekki maður sá sem opnaði augu hins blinda einnig varnað því að þessi maður dæi? Jesús var aftur hrærður mjög og fór til grafarinnar. Hann var hellir og steitt fyrir. Jesús segir, taki steini frá. Marta, systirinn stána, segir við hann, Herra, það komið nálægt á honum, það komið á 4. dag. Jesús segir við hana, sagði ég þér ekki, ef þú trúir, munt þú sjá dýr Guðs. Nú var steinninn tekið frá, en Jesús hóf baugu sín og mælti, Faðir, ég þakka þér,
að þú hefur bæneitt mig. Ég vissi að sönnu að þú heyrir mig ávallt, en ég sagði þetta vegna mannfjöldans sem stendur hér umhverfis til þess að þeir trúi að þú hafi sendt mig. Að svo mæltu hrópaði hann hárri röddu: Lasarus, kom út. Hinn dáni kom út, vafinn líkblæjum á fótum og höndum og með sveitadúk bundin andlitið. Jesús segir við þá: leysið hann, látið hann fara. Margir gyðingar sem konni voru til Maríu og sáu það sem Jesús gjörði, tóku nú að trúa á hann. En nokkrir þeirra fóru til farisea og sögðu þeim hvað hann hafði gjört. Æðstu prestarnir og farisearnir kölluðu það sama ráði og sögðu: hvað eigum við að gjöra? Þessi maður gjörir mörg tákn. Ef við leifum honum að halda svo áfram, munu allir trúa á hann og þá koma Rómverjar og taka bæði helgidóm, vorn og þjóð. En eitt þeirra, Kæfas, sem það ár var æðsti prestur, sagði við þá: þér vitið ekkert og hugsið ekkert það, að yður er betra að einn maður degi fyrir lýðin en að öll þjóðin tortímist. Þetta sagði hann ekki af sjálfum sér, en þar sem hann var æðsti prestur það ár, gat hann spáð því að Jesús myndi deyja fyrir þjóðina, og ekki fyrir þjóðina eina, heldur og til að safna saman í eitt dreifðum börnum Guðs. Upp frá þeim degi voru þeir ráðnir í að taka hann að lífi. Jesús gekk því ekki lengur á meðal gyðinga á almanna færi, heldur fór hann þaðan til staðar í grennd við eyðimörkina í þorp sem heitir Efraim, og þar dvaldist hann með lærisveinum sínum. Nú nálguðust páskar gyðinga og margir fóru úr sveitin upp til Jerúsalem fyrir páskana til að hreinsa sig. Menn leituðu að Jesú og sögðu sín á milli í helgidóminum: hvað haldið þér? Skyldi hann ekki koma til hátíðarinnar? En æðstu prestar og farisear höfðu gefið út skipun það að ef nokkur vissi hvar hann væri, skyldi hann segja til, svo þeir gætu tekið hann. 12. kafli. 6 dögum fyrir páska kom Jesús til Betaníu, þar sem Lasarus var, sá hann vakti frá dauðum. Þar var honum búinn kvöldverður og Marta gekk beina, en Lasarus var einn þeirra sem að borði sátu með honum. Þá tók María punda ómenguðum dýrum narsturs mislum og smurði fætur Jesú og þerraði með háru sínu fætur hans. En húsið fylltist með smislana. Segið þá Júdas Ískariot, einn lærisveina hans, sá myndi svíkja hann: hví voru þessi smisl ekki selt fyrir 300 denara og gefin fátækum? Ekki sagði hann þetta af því hann léti sér annt fátæka, heldur af því að hann var þjófur. Hann hafði pingjun og tók það sem í hana var látið. Þá sagði Jesús: lát hann í friði, hún hefur geymt þetta til greftunardags míns. Fátæka hafið þér æti hjá yður, en mig hafið þér ekki ávallt. Nú komst allur fjöldi gyðinga að því að Jesús væri þarna, og þeir komu þangað ekki aðeins hans vegna, heldur og til að sjá Lasarus sem hann hafði vakið frá dauðum. Þá réðu æðstu prestarnir af að taka einni Lasarus að lífi, því vegna hans snéru margir gyðingar baki við þeim og fóru að trúa á Jesú. Sá mikli mannfjöldi sem komið var til hátíðarinnar frétti degi síðar að Jesús væri að koma til Jerúsalem. Þeir tóku þá pálmagreina, fóru út á móti honum og hrópuðu: Hósanna, blessaði sé sá sem kemur í nafni drottins, konungur Ísraels. Jesús fann ungan asna og settist á bak honum eins og skrifað er: óttast ekki, dóttir Síón, sjá, konungur þinn kemur, ríðandi á ösnufóla. Lærisveinar hans skildu þetta ekki í fyrstu, en þegar Jesús var dýrlegur orðinn, minntust þeir þess að þetta var ritað hann og þeir höfðu gjört þetta fyrir hann. Nú vitnaði fólkið sem með honum var, þegar hann kallaði Lasarus út úr gröfinni og vakti hann frá dauðum. Vegna þess fór einnig mannfjöldin á móti honum, því menn höfðu heyrt að hann hefði gjört þetta tákn. Því sögðu farisear sín á milli: þér sjáið að þér ráðið ekki við neitt, allur heimurinn eltir hann. Grikkir nokkrir
voru meðal þeirra sem fóru upp eftir til að biðjast fyrir á hátíðinni. Þeir komu til Filipusar frá Betsaitu í Galílu, báðu hann og sögðu: Herra, oss langar að sjá Jesús. Filipus kemur og segir það Andrési. Andrés og Filipus fara og segja Jesú. Jesús svaraði þeim: Stundin er komin að mannssonurinn verður gjörður dýrlegur. Sannlega, sannlega segi ég yður, ef hveitikornið fellur ekki á jörðin og deyr, verður það áfram eitt, en ef það deyr, ber það mikinn ávöxt. Sá sem elskar líf sitt, glatar því, en sá sem hatar líf sitt í þessum heimi, mun varðveita það til eilífs lífs. Sá sem þjónar mér, fylgir mér eftir, og hvar sem ég er, þar mun og þjónn minn vera. Þann sem þjónar mér, mun Faðirinn heiðra. Nú er sál minn skelfd, og hvað á ég að segja? Faðir, frelsa mig frá þessari stundu? Nei, til þess er ég komin að þessari stundu. Faðir, gjör nafn þitt dýrlegt. Þá kom rödd af himni: Ég hef gjört það dýrlegt, mun enn gera það dýrlegt. Mannfjöldinn sem hjá stóð og hlýddi á, sagði að þruma hefði riðið yfir, en aðrir sögðu: Engill var að tala við hann. Jesús svaraði þeim: Þessi rödd kom ekki mín vegna, heldur yðar vegna. Nú gengur dómur yfir þennan heim. Nú skal höfðingja þessa heims út kastað. Og þegar ég verð hafin upp frá jörðu, mun ég draga alla til mín. Þetta sagði hann til að gefa til kynna með hvaða hætti hann átti að deyja. Mannfjöldinn svaraði honum: Lögmáli segir oss að Kristur muni verða til eilífðar. Hvernig getur þú sagt að mannssonurinn eigi að verða upp hafinn? Hver er þessi mannssonur? Þá sagði Jesús við þá: Skammastund er ljósið enn á meðaliðar. Gangið meðan þér hafi ljósið, svo myrkri hremmiður ekki. Sá sem gengur í myrkri veit ekki hvert hann fer. Trúið á ljósið meðan þér hafi ljósið, svo að þér verði börn ljósins. Þetta mælti Jesús og fór burt og duldist þeim. Þótt hann hefði gjört svo mörg tákn fyrir augum þeirra, trúðu þeir ekki á hann. Svo að rættist orð Jesaja spámas hann mælti: Drottinn, hver trúði boðun vorri, og hverjum var armur drottins opinber? Þess vegna gátu þeir ekki trúað, enda segir Jesaja á öðrum stað: Hann hefur blindað augu þeirra og fórert hjarta þeirra, að þeir sjá ekki með augunum, né skilji með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. Jesaja sagði þetta af því að hann sá dýrð hans og talaði um hann. Samt trúðu margir á hann, jafnvel höfðingjar, en gengust ekki við því vegna farisæana, svo að þeir yrðu ekki samkundu rækir. Þeir kusu heldur heiður manna en heiður frá Guði. En Jesús hrópaði: Sá sem trúur á mig, trúur ekki á mig, heldur þann sem sendi mig, og sá sem sér mig, sér þann er sendi mig. Ég er ljós í heiminn komið, svo enginn sem á mig trúir sé áfram í myrkri. Ef nokkur heyrir orð mín og gæti þeirra ekki, þá dæmi ég hann ekki. Ég er ekki komin til að dæma heiminn, heldur til að frelsa heiminn. Sá sem hafnar mér og tekur ekki við orðum mínum, hefur sinn dómara. Orðið sem ég hef talað verður dómari hans á efsta degi. Því ég hef ekki talað af sjálfum mér, heldur hefur Faðirinn sem sendi mig boðið mér hvað ég skuli segja og hvað ég skuli tala, og ég veit að boðar hans er eilíft líf. Það sem ég tala, það tala ég því eins og Faðirinn hefur sagt mér. 13. kafli. Hátíð páskana var að ganga í garð. Jesús vissi að stund hans var komin og hann færi burt úr þessum heimi til föðurins. Hann hafði elskað sína, þá sem í heiminu voru. Hann elskaði þá eins og yfir lauk. Kvöldmáltíð stóð yfir. Djöfullinn hafði þegar blásið því í brjóst Júdasar Símonarsinni Ískariots að svíkja Jesú. Jesú vissi að Faðirinn hafði lagt allt í hendur honum, að hann var frá Guði kominn og var að fara til Guðs. Hann stóð upp frá máltíðinni, lagði af sér yfirhöfnina, tók líndúk og batt sig. Síðan hellti hann vatni í mundlaug og tók að þvo fætur lærisveinana og þerra með líndúknum sem hann hafði sig.
Hann kom þá að Símoni Pétri, sem segi við hann: Herra, ætlar þú að þvo mér fæturnar? Jesús svaraði: Nú skilur þú ekki hvað ég er að gera, en seinna myndu skilja það. Pétur segi við hann: Aldrei eða eilífu skaltu þvo fætur mína. Jesús svaraði: Ef ég þvæ þér ekki, áttu enga samleið með mér. Símon Pétur segi við hann: Herra, ekki aðeins fætur mína, líka hendurnar og höfuðið. Jesús segi við hann: Sá sem laugast hefur þarf ekki að þvoast nema fætur. Hann er allur hreinn, og þér eru hreinir, þó ekki allir. Hann vissi hver myndi svíkja hann, og því segir hann: Þér eruð ekki allir hreinir. Þegar hann hefði þvegið fætur þeirra, tekið yfirhöfn sína og sest aftur niður, sagði hann við þá: Skiljið þér hvað ég hef gjört við yður. Þeir kallið mig meistar og herra, og þeir mæli rétt, því að það er ég. Fyrst ég, sem er herra og meistari, hef nú þvegið yður fæturna, þá byrið yður einnig að þvo hvers annars fætur. Ég hef gefið yður eftirdæmi, að þið breytið eins og ég breyti við yður. Sannlega, sannlega segi ég yður, þjónn er ekki meira en herra hans, en sendibóði meiri þeim er sendi hann. Þér vitið þetta, og þér eruð sælir ef þið breyti eftir því. Ég tala ekki yður alla, ég veit hverja ég hef útvalið, en reikningi verður að rætast. Sá sem etur brauð mitt eftir hælsinu móti mér. Ég segi yður þetta núna, áður en það verður, svo þið trúið þegar það er orðið, að ég er sá sem ég er. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem tekur við þeim sem ég sendi, hann tekur við mér, og sá sem tekur við mér, tekur við þeim er sendi mig. Þegar Jesús hafði sagt þetta, varð honum mjög þungt hjarta og hann sagði beinum orðum: Sannlega, sannlega segi ég yður, einn af yður mun svíkja mig. Lærisveinarnir litu hver á annan og skildu ekki við hvern hann ætti. Sá lærisveinn Jesú sem hann elskaði satt næstur honum. Símon Pétur benti honum og bað hann spyrja hver svo væri sem Jesús talaði um. Hann laut þá á Jesú og spurði: Herra, hver er það? Jesús svaraði: Það er sá sem ég fæ bita, þann er í dýfi nú í. Þá dýfði hann bitanum, tók hann og fekk Júdasi Símonar sinni Ískariot. Og eftir þann bita fór Satan inn í hann. Jesús segi við hann: Það sem þú gjörir, það gjör þú skjótt. En enginn þeirra sem sátu til borðs vissi til hvers hann sagði þetta við hann. En að því að Júdas hafði pingjuna, heldur sumir þeirra að Jesús hefði sagt við hann: Kauptu það sem við þurfum til hátíðarinnar, eða að hann skildi gefa eitthvað fátækum. Þá hann hafði tekið við bitanum, gekk hann jafnskjótt út, þá var nótt. Þegar hann var farin út, sagði Jesús: Nú er mannssonurinn dýrlegur orðinn, og Guð er orðinn dýrlegur í honum. Fyrst Guð er orðinn dýrlegur í honum, mun Guð og gjöra hann dýrlegan í sér, og skjótt mun hann gjöra hann dýrlegan. Börnin mín, stuttastund verði enn með yður. Þér munu leita mín, og eins og ég sagði gyðingum, segi yður nú: Þangað sem ég fer, geti þér ekki komist. Nýtt boðorð gef ég yður, að þér elski hver annan, eins og ég hef elskað yður, skuli þér einnig elska hver annan. Á því munu allir þekkja að þér eruð mínir lærisveinar, ef þér berið elsku hver til annars. Símon Pétur segi við hann: Herra, hvert ferðu? Jesús svaraði: Þú getur ekki fylgt mér þangað sem ég fer, en síðar myndu fylgja mér. Pétur segi við hann: Herra, hví get ég ekki fylgt þér nú? Ég vil leggja líf mitt í sölurnar fyrir þig. Jesús svaraði: Viltu leggja líf þitt í sölurnar fyrir mig? Sannlega, sannlega segi ég þér, ekki mun hani gala fyrir en þú hefur afneitað mér 3 svar. 14. kafli. Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru marga vistaveru. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Og þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín,
svo að þér séu einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer þekkið þér. Tómas segir við hann: Herra, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þó þekkt veginn? Jesús segir við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, munið þér og þekkja föður minn. Héðan af þekkið þér hann og hafið séð hann. Filippus segir við hann: Herra, sýn þú oss föðurinn, það nægir oss. Jesús svaraði: Ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sýn þú oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég er í föðurnum og faðirinn í mér? Orðin sem ég segi við yður, tala ég ekki af sjálfu mér. Faðirinn sem í mér er, vinnur sín verk. Trúið mér að ég er í föðurnum og faðirinn í mér. Ef þið gerir það ekki, trúið þá vegna sjálfra verkana. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem trúir á mig, mun einnig gera þau verk sem ég geri. Og hann mun gera meiri verk en þau, því að ég fer til föðurins. Og hvers sem þér biðjið í mínu nafni, það mun ég gera, svo að faðirinn veksamist í syninum. Ef þér biðjið mig einhvers í mínu nafni, mun ég gera það. Ef þér elskið mig, munu þér halda boðorð mín. Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara, hann sé hjá yður að eilífu, anda sannleikans, sem heimurinn getur ekki tekið á móti, því hann sér hann ekki né þekkir. Þér þekkið hann, því hann er hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja yður eftir munaðarlausa, ég kem til yðar. Innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar, þér munu sjá mig, því að ég lifi og þér munu lifa. Á þeim degi munu þér skilja að ég er í föður mínum og þér í mér og ég í yður. Sá sem hefur boðorð mín og heldur þau, hann er sá sem elskar mig. En sá sem elskar mig mun elskaður verða af föður mínum og ég mun elska hann og birta honum sjálfa mig. Júdas, ekki Ískariot, sagði við hann: Herra, hverju sætir það að þú vilt birtast oss en eigi heiminum? Jesús svaraði: Sá sem elskar mig, varðveitir mitt orð, og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gjöra okkur bústað hjá honum. Sá sem elskar mig ekki, varðveitir ekki mín orð. Orðið sem þér heyrið er ekki mitt, heldur föðurins sem sendi mig. Þetta hef ég talað til yðar meðan ég var hjá yður. En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Frið læti yður eftir, minn frið gef ég yður, ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelfist ekki né hræðist. Þér heyrðuð að ég sagði við yður: Ég fer burt og kem til yðar. Ef þér elskuðu mig, eru þér glaðir af því að ég fer til föðurins, því faðirinn er mér meiri. Nú hef ég sagt yður það, áður en það verður, svo að þér trúið þegar það gerist. Ég mun ekki fram að tala margt við yður, því höfðingi heimsins kemur. Í mér á hann ekki neitt. En heimurinn á að sjá að ég elska föðurinn og gjöri eins og faðirinn hefur boðið mér. Standið upp, við skulum fara hérna. Jóhannesar Guðspjall, 15. kafli. Ég er hinn sanni vínviður og faðir minn er vínyrkinn. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt, sníður hann af, og hverja þá sem ávöxt ber, hreinsar hann, svo hún beri meiri ávöxt. Þér eru þegar hreinir vegna orðsins sem ég tala til yðar. Verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greini getur ekki borið ávöxt af sjálfri sér, nema hún sé á vínviðnum, eins geti þér ekki heldur borið ávöxt, nema þér séuð í mér. Ég er vínviðurinn, þér eru greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum. En án mín geti þér alls ekkert gjört. Hverjum sem er ekki í mér verður varpað út eins og greinanum og hann visnar. Þeim er safnað saman og varpað á eld og brennt.
Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byggjum hvað sem þér viljið og yður mun veitast það. Með því vægsamast faðir minn, að þér beri mikinn ávöxt og verði lærisveina mínir. Ég hef elskað yður eins og faðirinn hefur elskað mig. Verið stöðugir í elsku minni. Ef þér haldið boðorð mín, verðið þér stöðugir í elsku minni, eins og ég hef haldið boðorð föður míns og stöðugur í elsku hans. Þetta hef ég talað til yðar, til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkomin. Þetta er mitt boðorð, að þér elski hver annan, eins og ég hef elskað yður. Enginn á meiri kærleika en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Þér eru vini mínir, ef þið gjörið það sem ég býð yður. Ég kalla yður ekki fram að þjóna, því þjónnin veit ekki hvað herra hans gjörir, en ég kalla yður vini, því ég hef kunngjört yður allt sem ég heyrði af föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt sem varir, svo að faðirinn veiti yður sérkvað það sem þér biðji hann í mínu nafni. Þetta býði yður, að þér elski hver annan. Ef heimurinn hatar yður, þá vitið að hann hefur hatað mig fyrr en yður. Væri þér af heiminum, myndi heimurinn elska sitt eigið. Heimurinn hatar yður af því að þér eruð ekki af heiminum, heldur hef ég útvalið yður úr heiminum. Minnist orðana sem ég sagði við yður, þjónn er ekki meir en herra hans. Hafið þeir ofsótt mig, þá munu þeir líka ofsækja yður. Hafið þeir varðveitt orð mitt, munu þeir líka varðveita yður. En allt þetta munu þeir gjöra yður vegna nafns míns, af því að þeir þekkja eigi þann sem sendi mig. Hefði ég ekki komið og talað til þeirra, væri þeir ekki sekir synd, en nú hafa þeir ekki til afsökunar synd sinni. Sá sem hatar mig, hatar og föður minn. Hefði ég ekki unnið meðal þeirra þau verk sem engin annar hefur gjört, væri þeir ekki sekir synd, en nú hafa þeir séð þau og hata þó bæði mig og föður minn. Svo hlaut að rætast orðið, þeir rita í lögmáli þeirra, þeir hötuðu mig án saka. Þegar hjálparinn kemur, sem ég sendi yður frá föðurnum, sannleiks andinn útgengur frá föðurnum, mun hann vitna mig. Þér skulu einnig vitni bera, því að þér hafi verið með mér frá upphafi. 16. kafli. Þetta hef ég talað til yðar, svo að þér fallið ekki frá. Þeir muni gjöra yður samkundu ræka. Já, sú stund kemur að hver sem líflætur yður þykist veita Guði þjónustu. Þetta munu þeir gjöra að því að þeir þekkja hvorki föðurinn né mig. Þetta hef ég talað til yðar til þess að þér minnist þess að ég sagði yður það þegar stund þeirra kemur. Ég hef ekki sagt yður þetta frá öndverðu að því að ég var með yður, en nú fer ég til hans sem sendi mig og enginn yðar spyr, hvert ferð þú? En hryggð hefur fyllt hjarta yðar, að því ég sagði yður þetta. En ég segi yður sannleikan, það yður til góðs að ég fari, burt. Því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi hann til yðar. Þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum hvað synd og réttlæti og dómur. Syndin að þeir trúðu ekki á mig, réttlætið að ég fer til föðurins og þér sjáum ekki lengur, og dómurinn að höfðingi þessa heims dæmdur. En hef ég margt að segja yður, en þér geti ekki borið það nú. En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfum sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Hann mun gjöra mig dýrlegan, því af mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Allt sem faðirinn á mitt, því sagði ég að hann tæki af mínu og kunngjörði yður. Innan skams sjáu þeir mig ekki lengur, og aftur innan skams muni þeir sjá mig. Þá sögðu nokkri lærisveinar hans sín á milli. Hvað hann að segja við oss? Innan skams sjá þeir mig ekki, og aftur innan skams muni þeir sjá mig, og ég fer til föðurins. Þeir spurðu, hvað merkir þetta?
innan skams, við vitum ekki hvað hann er að fara. Jesús vissi að þeir vildu spyrja hann og sagði við þá: Er þeir að spyrjast á það að ég sagði innan skams, sjáu þeir mig ekki, og aftur innan skams muni þeir sjá mig. Sannlega, sannlega segi ég yður, þeir munu gráta og kveina, en heimurinn mun fagna. Þeir munu verða hryggir, en hryggðirnar mun snúast í fögnuð. Þegar konan fæðir, hún í nauð, því stund hennar er komin. Þegar hún hefur alið barnið, minnist hún ekki fram að þrauta sinna að fögnuði yfir því að maður er í heiminn borinn. Eins eru þér nú hryggir, en ég mun sjá yður aftur, og hjarta yðar mun fagna, og enginn tekur fögnuð yðar frá yður. Á þeim degi munu þeir ekki spyrja mig neins. Sannlega, sannlega segi ég yður, hvað sem þér biðjið föður í mínu nafni, mun hann veita yður. Hingað til hafið þér einskis beðið í mínu nafni, biðjið og þér munu öðlast, svo að fögnuður yðar verði fullkomin. Þetta hef ég sagt yður líkingum. Sú stund kemur að ég tala ekki fram að við yður líkingum. Heldur mun ég berum orði segja yður frá föðurnum. Á þeim degi munu þeir biðja í mínu nafni. Ég segi yður ekki að ég muni biðja föðurinn fyrir yður, því sjálfur elska faðir niður, þar þér hafið elskað mig og trúað að ég sé frá Guði útgengin. Ég er útgengin frá föðurnum og komin í heiminn. Ég yfirgef heiminn aftur og fer til föðurins. Lærisveinar hans sögðu: Nú talar þú berum orðum og mælir enga líking. Nú vitum við að þú veist allt og þarft eigi að nokkur spyrji þig. Þess vegna trúum við að þú sért útgengin frá Guði. Jesús svaraði þeim: Trúið þér nú, sjá, sú stund kemur og er komin að þér tvístris hver til sín og skilji mig einan eftir. Þó er ég ekki einn, því faðirinn er með mér. Þetta hef ég talað við yður, svo þér eigi frið í mér. Í heiminum hafið þér þrenging, en verið hugraustir, ég hef sigrað heiminn. 17. kafli. Þetta talaði Jesús og augu sín til himins og sagði: Faðir, stundin er komin. Gjör son þinn dýrlegan, til þess að sonurinn gjöri þig dýrlegan. Þú gafst honum vald yfir öllum mönnum, að hann gefi eilíft líf öllum þeim sem þú hefur gefið honum. En það er eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð, og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Ég hef gjört þig dýrlegan á jörðu, með því að fullkomna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Faðir, gjör mig nú dýrlegan hjá þér með þeirri dýrð sem ég hafði hjá þér áður en heimurinn var til. Ég opinbera nafn þitt þeim mönnum sem þú gafst mér úr heiminum. Þeir voru þínir og þú gafst mér þá, og þeir hafa varðveitt þitt orð. Þeir vita nú að allt sem þú hefur gefið mér er frá þér, því ég hef flutt þeim þau orð sem þú gafst mér. Þeir tóku við þeim og vita með sanni að ég er frá þér útgengin og trúa því að þú hafa sendt mig. Ég bið fyrir þeim, ég bið ekki fyrir heiminum, heldur fyrir þeim sem þú hefur gefið mér, því að þeir eru þínir, og allt mitt er þitt og þitt er mitt. Í þeim er ég dýrlegur orðinn. Ég er ekki lengur í heiminum, þeir eru í heiminum, en ég kem til þín, heilagi Faðir, varveit þá í þínu nafni, því nafni sem þú hefur gefið mér, svo að þeir verði eitt eins og við. Meðan ég var hjá þeim, varveitti ég þá í nafni þínu, sem þú hefur gefið mér, og gætti þeirra, og engi þeirra glataðist, nema sonu glötunarinnar, svo ritningin rættist. Nú kemur til þín, þetta tala ég í heiminum, til þess að þeir eigi sjálfum sér fögnum minn fullkomin. Ég hef gefið þeim orð þitt, og heimurinn hataði þá, af því að þeir eru ekki af heiminum, eins og ég er ekki af heiminum. Ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum, heldur að þú varðveiti þá frá hinu illa. Þeir eru ekki af heiminum, eins og ég er ekki af heiminum. Helga þá í sannleikanum, þitt orð er sannleikur.
Ég hef sent þá í heiminn eins og þú sendi mig í heiminn. Ég helga mig fyrir þá, svo að þeir séu einni helgaðir í sannleika. Ég bið ekki einungis fyrir þessum, heldur og fyrir þeim sem á mig trúa fyrir orð þeirra. Að allir séu þeir eitt, eins og þú, Faðir, ert í mér og ég í þér. Svo séu þeir einn í okkur til þess að heimurinn trúi að þú hefur sendt mig, og ég hef gefið þeim þá dýrð sem þú gafst mér, svo að þeir séu eitt eins og við erum eitt. Ég í þeim og þú í mér, svo að þeir verði fullkomlega eitt, til þess að heimurinn viti að þú hefur sendt mig og að þú hefur elskað þá eins og þú hefur elskað mig. Faðir, ég vil að þeir sem þú gafst mér séu hjá mér þar sem ég er, svo að þeir sjáu dýrð mína sem þú gefið mér, af því að þú elskaði mig fyrir grundvöllun heims. Réttláti Faðir, heimurinn þekkir þig ekki, en ég þekki þig, og þessir vita að þú sendir mig. Ég hef kunngjört þeim nafn þitt og mun kunngera, svo að kærleikur þinn sem þú hefur auðsýnt mér sé í þeim og ég sé í þeim. Jóhannesar Guðspjall, 18. kafli. Þegar Jesús hafði þetta mælt, fór hann út með lærisveinum sínum og yfir lækinn Kedrón. Þar var grasgarður sem Jesús gekk inn í og lærisveinar hans. Júdas, sem sveik hann, þekkti líka þennan stað, því Jesús og lærisveinar hans hafðu oft komið þar saman. Júdas tók með sér flokk hermanna og verði frá æðstu prestum og farisíum. Þeir komu þar með blysum, lömpum og vopnum. Jesús vissi allt sem yfir hann myndi koma, gekk fram og sagði við þá: Að hverjum leitið þér? Þeir svöruðu honum að Jesú frá Nasaret. Hann segi við þá: Ég er hann. En Júdas sem sveik hann stóð líka hjá þeim. Þegar Jesús sagði við þá: Ég er hann, hopuðu þeir á hæl og féllu til jarðar. Þá spurði hann þá aftur: Að hverjum leitið þér? Þeir svöruðu að Jesú frá Nasaret. Jesús mælti: Ég sagði yður að ég væri hann. Ef þér leitið mín, þá lofið þessum að fara. Þannig rættist orð hans hann hafði mælt: Engum glata ég af þeim sem þú gafst mér. Símon Pétur hafði sverð, brá því og hjó til þjóns æðsta prestsins og sneið af honum hægra eyrað. Þjónninn hét Malkus. Þá sagði Jesús við Pétur: Sting sverðin í slíðrin, á ég ekki að drekka kaleikinn sem Faðirinn hefur fengið mér? Hermennirnir, foringinn og varðmenn gyðinga, tóku nú Jesú höndum og bundu hann, og færðu hann fyrst til Annasar. Hann var tengdafaðir Kæfasar, sem var æðsti prestur það ár. En Kæfas var sá sem gefið hafði gyðingum það ráð að betra væri að einn maður dæi fyrir lýðinn. Símon Pétur fylgdi Jesú og annar lærisveinn. Sá lærisveinn var kunnugur æðsta prestinum og fór með Jesú inn í hallagarð æðsta prestsins. En Pétur stóð utandyra. Hinn lærisveinn, sem var kunnugur æðsta prestinum, kom út aftur, talaði við þernuna sem dyra gætti og fór inn með Pétur. Þernan við dyrnar sagði þá við Pétur: Ert þú ekki líka einn af lærisveinum þessa manns? Hann sagði: Ekki er ég það. Þjónarnir og varðmennirnir höfðu kveikt kolaeld, því kalt var, og stóðu við hann og vermdu sig. Pétur stóð hjá þeim og ordnaði sér. Nú spurði æðsti presturinn Jesú lærisveina hans og kenningu hans. Jesú svaraði honum: Ég hef talað opinskátt í áheyrn heimsins. Ég hef ætíð kennt á samkundunni og í helgidómunum, þar sem allir gyðingar safna saman. Inn í leinum hef ég ekkert talað. Hví spyrð þú mig? Spyrðu þá sem heyrt hafa hvað ég hef við þá talað. Þeir vita hvað ég hef sagt. Þegar Jesús sagði þetta, rak einn varðmaður sem þar stóð honum löðrung og sagði: Svarar þú æðsta prestunum svona? Jesús svaraði honum: Hafi ég illa mælt,
þá sanna þú að svo hafi verið, en hafi ég rétt að mæla, hví slær þú mig? Þá sendi annars hann bundinn til Kæfasar æðstaprest. En Símon Pétur stóð og vermdi sig. Hann var þó spurður, ert þú ekki líka einn af lærisveinum hans? Hann neitaði því og sagði, ekki er ég það. Þá sagði einn af þjónum æðstaprestsins, frændi þess sem Pétur sneið af eirað, sá ég þig ekki í grasagarðinum með honum? Aftur neitaði Pétur, leið gólhani. Nú var Jesús fluttur frá Kæfasi til Hallar landshöfðingjans. Það var snemma morguns. Gyðingar fóru ekki sjálfur inn í höllina, svo að þeir saurguðust ekki, heldur mættu neita páskamáltíðar. Pílatus kom út til þeirra og sagði, hvaða ákæru berið þér fram gegn þessu manni? Þeir svörðu, ef þetta væri ekki illvirki, hefði verið ekki selt hann þér í hendur. Pílatus segi við þá, takið þér hann og dæmið hann eftir yðar lögum. Gyðingar svörðu, oss leyfist ekki að taka neinna lífi. Þannig rættist orð Jesú þegar hann gaf til kynna með hvaða hætti hann ætti að deyja. Pílatus gekk þó aftur inn í höllina, kallaði Jesú fyrir sig og sagði við hann, ert þú konungur gyðinga? Jesús svaraði, mælir þú þetta af sjálfum þér, eða hafa aðrir sagt þér frá mér? Pílatus svaraði, er ég þá gyðingur? Þjóð þín og æðstu prestarnir hafa selt mér í hendur, hvað hefur þú gjört? Jesús svaraði, mitt ríki er ekki af þessum heimi. Væri mitt ríki af þessum heimi, hefðu þjónar mínir barist, svo ég yrði ekki framseldur gyðingum, en nú er ríki mitt ekki þaðan. Þá segir Pílatus við hann, þú ert þó konungur. Jesús svaraði, rétt segir þú, ég er konungur. Til þess er ég fæddur og til þess er ég komin í heiminn, að ég beri sannleikanum vitni. Hver sem er af sannleikanum, heyrir mína rödd. Pílatus segir við hann, hvað er sannleikur? Að svo mælti gekk hann aftur út til gyðinga og sagði við þá, ég finn enga sök hjá honum. Þér eru vanir því að ég gefi þér einn mann lausan á páskunum. Viljið þér nú að ég gefi þér lausan konung gyðinga? Þeir hrópuðu á móti, ekki hann, heldur Barabbas. En Barabbas var ræningi. 19. kafli. Þá lét Pílatus taka Jesú og hústyrkja hann. Hermennirnir fléttuðu kórunu úr þyrnum og settu á höfuð honum og lögðu yfir hann purpura kápu. Þeir gengu hver af öðrum fyrir hann og sögðu, sæll þú konungur gyðinga, og slógu hann í andlitið. Pílatus gekk aftur út fyrir og sagði við þá, nú leiði ég hann út til yðar, svo að þér skiljið að ég finn enga sök hjá honum. Jesús kom þá út fyrir með þyrnikórununa og í purpura kápunni. Pílatus segi við þá, sjáu þið manninn. Þegar æðstu prestarnir og verðirnir sáu hann, æptu þeir, krossfestu, krossfestu. Pílatus sagði við þá, takið þér hann og krossfestið, ég finn enga sök hjá honum. Gyðingar svörðu, við höfum lögmál og samkvæmt lögmálinu á hann að deyja, því hann hefur gjört sjálfan sig að Guðs syni. Þegar Pílatus heyrði þessi orð, var hann enn hræddari. Hann fór aftur inn í höllina og segir við Jesú, hvaðan ertu? En Jesús veitti honum ekkert svar. Pílatus segir þá við hann, viltu ekki tala við mig? Veistu ekki að ég hef vald til að láta þig lausan og ég hef vald til að krossfesta þig? Jesús svaraði, þú hefðir ekkert valdið við mér ef þér væri ekki gefið það á ofan. Fyrir því ber svo þyngri sök
sem hefur selt mig þér í hendur. Eftir þetta reyndi Pílatus enn að láta hann lausan, en gyðingar æptu: ef þú lætur hann lausan, ert þú ekki vinur keisarar. Hver sem gjörir sjálfa sig að konungi, rís á móti keisaranum. Þegar Pílatus heyrði þessi orð, leiddi hann Jesú út og settist í dómstólinn á stað sem nefnist Steinhlað og hebresku Gabbata. Þá var aðfangadagur páska. Hádegi, hann sagði við gyðinga: sjáu þér konungviðar? Þá æptu þeir: burt með hann, krossfestu hann. Pílatus segir við þá: á ég að krossfesta konungviðar? Æðstu prestarnir svöruðu: við höfum engan konung nema keisaran. Þá seldi hann þeim hann í hendur að hann yrði krossfestur. Þeir tóku þá við Jesú og hann bar krossinn og fór út til staðar sem nefnist Hauskúpa og hebresku Golgata. Þar krossfestu þeir hann og með honum 2 aðra syndir hvora handar, Jesús í miðið. Pílatus hafði ritað yfirskrift og sett hann á krossinn. Þar stóð skrifað: Jesús frá Nasaret, konungur gyðinga. Margir gyðingar lásu þessa yfirskrift því staðurinn þar sem Jesús var krossfestur var nærri borginni og þetta var ritað á hebresku, latínu og grísku. Þá sögðu æðstu prestar gyðinga við Pílatus: skrifaðu ekki konungur gyðinga, heldur að hann hafi sagt: ég er konungur gyðinga. Pílatus svaraði: það sem ég hef skrifað, það hef ég skrifað. Þegar hermennirnir höfðu krossfest Jesú, tóku þau klæði eins og skiptu í 4 hluta og fékk hver sinn hlut. Þeir tóku á kyrtilinn, en hann var saumlaus ofinn í eitt ofan frá og niður úr. Þau sögðu því hver við annan: rífum hann ekki sundur, köstum heldur hlutum hver skuli fá hann, svo rættist í reikningin. Þeir skiptu með sig klæðum mínum og köstuðu hlut kyrtil minn. Þetta gjörðu hermennirnir. En hjá krossi Jesú stóðu móðir hans og móðir systir, María, kona Klópa og María Magdalena. Þegar Jesús sá móður sína standa þar og lærisveininn sem hann elskaði, segir hann við móður sína: kona, nú er hann sonur þinn. Síðan sagði hann við lærisveininn: nú er hún móður þín. Og frá þeirri stundu tók lærisveinninn hana heim til sín. Jesús vissi að allt var þegar fullkomnað. Þá sagði hann, til þess að reikningin rættist: mig þyrstir. Það stóð ker fullt af ediki. Þeir settu njarðarbrett fylltan ediki í íssópslegg og báru að munni honum. Þegar Jesús hafði fengið edikið, sagði hann: það er fullkomnað. Þá hneigði hann höfuðið og gaf upp andann. Nú var aðfangadagur og til þess að líkin væru ekki á krossinum hvíldardaginn, báðu gyðingar Pílatus að láta brjóta fótleggi þeirra og taka líkin ofan, en það var mikil helgi þessa hvíldardags. Hermenn komu því og brutu fótleggi þeirra sem með honum voru krossfestir, fyrst annars, svo hins. Þegar þeir komu að Jesú og sáu að hann var þegar dáinn, brutu þeir ekki fótleggi hans. En einn af hermönnunum stakk spjóti sín í síðu hans og rann járnskjótt út blóð og vatn. Sá er séð hefur vitnar þetta, svo að þeir trúið líka og vitnisburður hans er sannur. Og hann veit að hann segir satt. Þetta var til þess að reikningin rættist, ekkert bein hans skal brotið. Og enn segir önnur reikning: þeir munu horfa til hans sem þeir stungu. Og Jósef frá Arimaþeu, sem var lærisveinn Jesú en á laun af ótta við gyðinga, bað síðan Pílatus að mega taka ofan líkama Jesú. Pílatus leyfði það. Hann kom þá og tók ofan líkama hans.
Þar kom líka Nikodémus, en fyrrum hafði komið til hans nótt og hafði með sér blöndu af myrru og alói, nær 100 pundum. Þeir tóku nú líkama Jesú og sveipuðu hann línblæjum með ilmjurtunum eins og gyðingar búa lík til grefturuna. En á staðnum, þar sem hann var krossfestur, var grassagarður og í garðinum ný gröf sem enginn hafði enn verið lagður í. Þar lögðu þeir Jesú, því það var aðfangadagur gyðinga og gröfin var nærri. 20. kafli. Fyrsta dag vikunar kemur María Magdalena til grafarinnar svo snemma að henn var myrkur og sér steinin tekinn frá gröfinni. Hún hleypur því og kemur til Símonar Péturs og hins lærisveinsins sem Jesús elskaði og segir við þá: Þeir hafa tekið drottinn úr gröfinni og vitum ekki hvar þeir hafa lagt hann. Pétur fór þó út og hinn lærisveinninn og þeir komu til grafarinnar. Þeir hlöpu báðir saman, en hinn lærisveinninn hljóp hraðar fram úr Pétri og kom á undan að gröfinni. Hann laut inn og sá límblæjurnar liggjandi en fór samt ekki inn. Nú kom líka Símon Pétur á eftir honum og fór inn í gröfina. Hann sá límblæjurnar liggja þar og sveitadúkinn sem verið hafði höfuð hans. Hann lá ekki með límblæjanum, heldur sér saman vafinn á öðrum stað. Þá gekk einni inn hinn lærisveinninn sem komið hafði fyrr til grafarinnar. Hann sá og trúði. Þeir höfðu ekki enn skilið ritninguna að hann ætti að rísa upp frá dauðum. Síðan fóru lærisveinarnir aftur heim til sín. En María stóð úti fyrir gröfinu og grét. Grátandi laut hún inn í gröfina og sá 2 engla í hvítum klæðum sitja þar sem líkami Jesú hafði legið, annan til höfða og hinn til fóta. Þeir segja við hana: Kona, hví grætur þú? Hún svaraði: Þeir hafa tekið brott drottinn minn og ég veit ekki hvar þeir hafa lagt hann. Að svo mæltu snýr hún sér við og sér Jesús standa þar, en hún vissi ekki að það var Jesús. Jesús segi við hana: Kona, hví grætur þú? Að hverjum leitar þú? Hún hélt að hann væri graskarsvörðurinn og sagði við hana: Herra, ef þú hefur borið hann burt, þá segðu mér hvar þú hefur lagt hann, svo ég geti sótt hann. Jesús segi við hana: María. Hún snýr sér að honum og segir á hebresku: Rabbúni. Rabbúni þýðir meistari. Jesús segi við hana: Snertu mig ekki, ég ekki enn stiginn upp til föður míns, en farðu til bræðra minna og segð þeim: Ég stíg upp til föður míns og föður yðar, til Guðs míns og Guðs yðar. María Magdalena kemur og boðar lærisveinunum: Ég hef séð drottinn, og hún flutti þeim það sem hann hafði sagt henni. Kvöldi þennan fyrsta dag vikunar voru lærisveinarnir saman og höfðu læst dyrum á ótta við gyðinga. Þá kom Jesús, stóð mitt á meðal þeirra og sagði við þá: Friður sé með yður. Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og síðu. Lærisveinarnir urðu glaðir þeir sáu drottinn. Þá sagði Jesús aftur við þá: Friður sé með yður. Eins og Faðirinn hefur sendt mig, eins sendi ég yður. Og hann hafði sagt þetta, andaði hann á þá og sagði: Meðtakið heilagan anda. Ef þér fyrirgefið einhverjum syndirnar, eru þær fyrirgefnar. Ef þér synjið einhverjum fyrirgefningar, þeim synjað. En einn af þeim 12, Tómas, nefndur Tvíburi, var ekki með þeim þegar Jesús kom. Hinir lærisveinarnir sögðu honum: Við höfum séð drottinn. En hann svaraði: Sjá ég ekki naglaförun í höndum hans og get sett fingur minn í naglaförun
og lagt hönd mína í síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Að viku liðinni voru lærisveinarnir hans aftur saman inni og Tómas með þeim. Dyrnar voru læstar. Þá kemur Jesús, stendur mitt á meðal þeirra og segir: Friður sé með yður. Síðan segir hann við Tómas: Kom hingað með fingur þinn og sjá hendur mínar, og kom með hönd þína og legg í síðu mína, og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Tómas svaraði: Drottinn minn og Guð minn. Jesús segir við hann: Þú trúir af því að þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Jesús gjörði einnig mörg önnur tákn í augsýn lærisveina sinna sem eigi eru skráð í þessa bók. En þetta er ritað til þess að þér trúið að Jesús sé Kristur, sonur Guðs, og að þér í trúnni eigið líf í hans nafni. 21. kafli. Eftir þetta birtist Jesús lærisveinunum aftur og þá við Tíberíusar vatn. Hann birtist þannig: Þeir voru saman Símon Pétur, Tómas, kallaður Tvíburi, Natanel frá Kana í Galilíu, Sebedeus synir og tveir enn að lærisveinum hans. Símon Pétur segir við þá: Ég fer að fiska. Þeir segja við hann: Við komum líka með þér. Þeir fóru og stigu í bátinn, en þá nótt fengu þeir ekkert. Þegar dagur rann, stóð Jesús á ströndinni. Lærisveinarnir vissu samt ekki að það var Jesús. Jesús segir við þá: Drengir, hafið þér nokkurt fisk? Þeir svörðu: Nei. Hann sagði: Kastið netinu hægra megin við bátinn og þér munu verða varir. Þeir köstuðu og nú gátu þeir ekki dregið neti, svo mikill var fiskurinn. Lærisveinn sem Jesús elskaði segir við Pétur: Þetta er Drottinn. Þegar Símon Pétur heyrði að það væri Drottinn, brá hann yfir sig flík, hann var fáklæddur, og stökk út í vatnið. En hinir lærisveinarnir komu á bátnum, en það voru þeir ekki lengra frá landi en svo sem 200 álnir, og drógu netið með fiskinum. Þegar þeir stigu á land, sáu þeir fisk lagðan á glóðir og brauð. Jesús segir við þá: Komið með nokkuð af fiskinum sem þér voruð að veiða. Símon Pétur fór í bátinn og dró netið á land fullt af stórum fiskum, 153, og netið rifnaði ekki, þótt þeir væru svo margir. Jesús segir við þá: Komið og matist. En engin lærisveinanna dirfðist að spyrja hann: Hver ert þú? Enda vissu þeir að það var Drottinn. Jesús kemur og tekur brauðið og gefur þeim, svo að fiskinn. Þetta var í 3. sinn sem Jesús birtist lærisveinum sínum upprisinn frá dauðum. Þegar þeir höfðu matast, sagði Jesús við Símon Pétur: Símon Jóhannesson, elskar þú mig meira en þessir? Hann svaraði: Já, Drottinn, þú veist að ég elska þig. Jesús segir við hann: Gæt þú lamba minna. Jesús segir aftur við hann öðru sinni: Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Hann svaraði: Já, Drottinn, þú veist að ég elska þig. Jesús segir við hann: Hirðir sauða minna. Hann segir við hann í 3. sinn: Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Pétur hryggðist við að hann skyldi spyrja hann 3. sinni: Elskar þú mig? Hann svaraði: Drottinn, þú veist allt, þú veist að ég elska þig. Jesús segir við hann: Gæt þú sauða minna. Sannlega, sannlega segi ég þér, þegar þú varst ungur, bjóstu þig sjálfur og fórst hvers sem þú vildir. En þegar þú ert orðinn gamall, mynd þú rétta út hendurnar og annað býr þig og leiðir þig þangað sem þú vilt ekki.
Þetta sagði Jesús til að kynna með hvílíkum dauðdaga Pétur myndi vegsama Guð, og hann hafði þetta mælt, sagði hann við hann, fylg þú mér. Pétur sneri sig við og sá lærisveinin sem Jesús elskaði fylgja á eftir, þannig sama sem hallaðist að brjósti hans við kvöldmáltíðina og spurði, Herra, hver er sá sem svíkur þig? Þegar Pétur sér hann, segir hann við Jesú, Drottinn, hvað þennan? Jesús svaraði, ef ég vil að hann lifi þangað til ég kem, hverju skiptir það þig? Fylg þú mér? Því bar svo orðurum út meðal bræðranna að þessi lærisveinn myndi ekki deyja. En Jesús hafði ekki sagt Pétri að hann myndi ekki deyja. Hann sagði, ef ég vil að hann lifi þangað til ég kem, hverju skiptir það þig? Þessi er lærisveinin sem vitnar allt þetta og hefur skrifað þetta, og við vitum að vitnisburður hans er sannur. En margt er það annað sem Jesús gerði, og það hvað eina uppskrifað, ætla ég að öll veröldin myndi ekki rúma þar bækur sem þá yrðu ritaðar.